Halló, heyrðu í mér? Heyrðu í mér? Engin svör. Þá mætti kannski biðja ykkur bara að koma nær þeir sem eru þarna aftast, svo þið heyri nú og sjáu vel. En, ágætu málþingsgestir, velkomin á fyrsta málþing málefnahóps Öryrkjabandalags Íslands atvinnu og menntamál. Málefnahópurinn tók til starfa í lok árs 2015 og hefur það hlutverk að vinna stefnumörkun ÖBÍ í tengslum við atvinnu og menntamál. Undanfarið hafa málefni vinnumarkaðarins verið okkur hugleikin og ákveðið var fyrsta málþing málefnahópsins beittist að atvinnuþátttöku einstaklinga með skerta starfsgetu. Málefnahópinn skipa ásamt mér sem sitt hér fyrir hönd ADHD-samtakanna, Guðrún Sæmundsdóttir fyrir hönd ME félagsins, Hjördís Anna Haraldsdóttir fyrir hönd félags heyrnarlausa, Hrafnhildur Kristbjörnsdóttir fyrir hönd Sjálfsbjargar, María Hauksdóttir fyrir hönd Blindrafélagsins, Snævar Ívarsson fyrir hönd félags lesblindra, Silvían Pétursson Lukúlr, alltaf svolítið erfitt með þetta, fyrir hönd Geðhjálpar og starfsmaður hópsins Þorbera Fjölnisdóttir. Vil ég þakka öllum meðlimum málefnahópsins ásamt starfsmanni það mikla og góða starf sem þeir hafa lagt að mörkum. Hópurinn heldur ótrauður áfram starfi sínu og næsta málþing málefnahópsins áætlað árið 2017 og þá ætlum við að einblína okkur að menntamálum. Hér með segi ég málþingið vannýttur mannauður sett. Gef ég nú Halldóri Sævari Guðbergssyni varaformanni ÖBÍ orðið. Kæru málþingsgestir, ég vil bjóða ykkur hjartalega velkomin á þetta málþing og ég ætla að byrja á því að fjalla ólympíuleika fatlaðra. Þau eru svona þegar við erum að tala atvinnumál. En ólympíumót fatlaðra var sett í gær og við Íslendingar eigum 5 þátttakendur á ólympíuleikum fatlaðra. Af hverju eru þessi 5 einstaklingar að keppa á sérstakum ólympíuleikum fyrir fatlaðra? Geta þeir ekki keppt á hinum ólympíuleikunum sem eru nýbúnir? Nei, það er viðurkennt að þeir sem eru með skerta getu á einhvern hátt að þeir ná ekki sama árangri og aðrir eða hafa sömu getu. Til að mynda að það er óhugsandi að blindur einstaklingur geti hlaupið 100 metra undir 10 sekúndum, en þeir eru samt að hlaupa í kringum 11 sekúndur í dag. Þannig að menn hafa samþykkt það að það þurfti að setja sér keppni fyrir mjög góða íþróttamenn og til þess að ná árangri í íþróttum fatlaðra, þá þurfa menn að iðka sína íþrótt mjög vel til þess að vera í heimsklassa. Nú, af hverju er ég að tala þetta svona í byrjun málþings atvinnumál? Það er vegna þess að ég vil svolítið setja þetta í samhengi að fatlaðir íþróttamenn hafa fullan rétt á því að stunda íþróttir og það er sama með okkur líka, við höfum fullan rétt og áhuga að vera á vinnumarkaði. En þegar við lesum atvinnuauglýsingarnar, að þá er alltaf að vera auglýs eftir ofur starfsmönnunum. Menn þurfa að vera góðir í samskiptum, menn þurfa að hafa háskólamenntun, helst 2-3 próf, menn þurfa að hafa mikla reynslu og þekkingu og ég held oft þarna í þessu ferli, þá dettur fólk með skerta starfsgetu strax út. Það er allan að upplifun mín sem atvinnuráðgjafa í nokkur ár fyrir blinda og sjónskerta þegar menn sækja að þá komast einstaklingarnir ekki einu sinni í viðtöl því þeir uppfylla ekki hæfniskröfur atvinnurekandans eða passa ekki fyrirfram box. Hins vegar veit ég alveg að fólk með skerta starfsgetu hefur fulla getu til þess að taka þátt í vinnumarkaðnum en oft þarf að aðlaga vinnu aðstæðurnar og taka til greina
skerðingu viðkomandi til þess að hann geti beitt sér af fullu afli. Umræðan í þjóðfélaginu undanförnu hefur verið dálítið yfirborðskennd og óvægin í garð okkar öryrkja. Þegar maður hefur heyrt forsvarsmenn atvinnulífsins segja að það sé nóg að hlutastörfum í landinu þegar ég bara fara út að vinna. Við viljum fækka öryrkjum. Mér finnst þetta yfirborðskennd og svolítið óhugnaleg umræði í staðinn fyrir að ólíkir hópar í samfélaginu komi saman og greini hlutina og vinni saman að því að skapa fleiri störf fyrir fólk með skerta starfsgetu. Það eru fjölmörg ónýtt tækifæri sem við getum nýtt með því að skapa umræðu og viðhorfsbreytingu með jákvæðu hugafæri. En það ekki gert með því að hrópa á öryrkjana og tala fjölgun og það verður að fækka og það verður gert með því að einhvern veginn að þvinga fram eins og nýtt örorkumat, 50% starfsgetu og 50% örorku og svo eiga allir sjálfkrafa að detta inn á vinnumarkaðinn. Það gerist ekki þannig. Við þurfum að skapa svona samtal eins og við erum að gera hér í dag. Við þurfum að ræða málin. Það ýmsar ástæður fyrir því að það sé fjölgun innan gæsaleppa því við höfum ekki alltaf viðurkennt þessa fjölgun svo mikið eins og aðrir hafa verið að benda á í samfélaginu. Við þurfum að greina þetta og við þurfum að vinna saman að því að skapa fleiri störf, fleiri tækifæri. Og ég byrjaði nú að nefna hérna með íþróttastarf fatlaðra og hvernig það hefur verið aðlagað að þörfum einstaklingana, að þá vil ég líka benda til dæmis skólakerfið finnst mér komið lengra þó að megi gera þar betur að gefa okkur tækifæri til þess að stunda nám. Til dæmis hefur öryrkjum fjölgað talsvert í háskólanámi og það hefur verið bættur stuðningur þar og ég velti fyrir mér stuðningur sem að færi í framhaldsskóla eða háskóla, hann kannski ekki til boða í atvinnulífinu. En til dæmis bara eins og með stuðningsaðstoð og annað. En ég sannfærður það að málþingi sem fer fram hér í dag muni vera fræðandi fyrir okkur og vera spennandi fyrirlestrar sem koma hér á eftir og síðan verða pallborðsumræður og það afskaplega mikilvægt að við einmitt komum svona saman og ræðum málin. Það mun kannski einhverju segja út að við höfum haldið nokkrar atvinnuráðstefnur en það virkileg þörf og það akkurat þörf núna til þess að skapa þetta samtal, sérstaklega í ljósi þess að menn vilja fara að breyta hér örorkumati og fara í breytingar sem enginn veit í raun hvar muni enda. Og alltaf þegar við erum að ræða þessi atvinnumál þá erum við líka átt okkur á því að þrátt fyrir að við getum virkjað enn fleira fólk með skerta starfsgetu, þá líka fólk sem getur ekki vegna veikinda sinna tekið þátt á vinnumarkaði, en þá þurfum við líka að skapa aðstæður fyrir það fólk til að vera virkt í íslensku samfélagi. Ég ætla ekki að hafa þessi orð mín lengri, en bjóða ykkur aftur hjartanlega velkomin og ætla að biðja Þorstein Sigurðsson, fundarstjórann okkar, að taka við störfum. Takk fyrir. Þakka fyrir og ég þakka það traust sem mér sýnt að vera hér fundarstjóri í dag. En Þorgerður Katrín boðaði forföll og ég hoppaði inn í hennar stól. Hvaðan það verið velkomin aftur og við erum hér samankomin á þessu málþingi atvinnumál fólks með skerta starfsgetu og hér eru 5 fyrirlestrar. 6 ræðumenn sýnist mér og það verður gaman að hlusta og heyra þeirra innlegg í fundinn og eins og kom fram hjá Halldóri þá endum við hér á pallborðsumræðum þar sem að
fyrirlesarar koma hér og sitja til upp á palli og þá gefst ykkur tækifæri til þess að koma með spurningar. Nú, við skulum ekki vera að dvelja lengur við það. Ég býð fyrsta fyrirlesara, Silvan Pétursson Kultre. Ég byrst afsökunar að hafa klúrað þessu, ef ég klúrað þessu. Já, segðu það. Gjörðu svo vel. Hérna, varstu ekki með fyrirlestur hérna? Jú, hún er að koma í hérna. Er það ekki hérna? Þessi hér? Er það ekki? Já, það er þetta. Kannski þetta ekki? Hvað er þetta? Mér er það bara komið. Takk fyrir. Já, Silvan Pétursson heiti ég og var að hugsa í augnablikki að halda þessi fyrirlestur á frönsku. Þegar ég er að koma tilbaka frá mánuðsumarfrí í Sviss og var að tala mín einn tungumál. Så ég vona að íslenskuna mína er ekki afreiku. Annars ég svifti yfir frönskuna. Þetta er ágætt fyrir ykkur að prófa eitthvað nýtt líka. Að vinna er þetta mannréttindi eða frekja. Og það fylgir svolítið hvað Halldór var að segja. Ég er bara mann hérna síðasta höst. Ég fór með 2 ungar strákar að reyna að fara að vinna í fyrirtæki hérna í Reykjavík sem tók mjög vel á móti okkur. En fyrsta spurning sem var hérna þegar ég fór í heimsókn til að huga ef þessi fyrirtæki myndi geta taka á móti þessi strákar var hérna, er þetta folk sem þola stress. Og ég sagði hérna það folk sem hérna með hérna kvíða og mjög kvíðin að vera í nýja aðstæður. Så ég held þetta folk sem þola ekki stress. En mér finnst það vera mjög meira eðlilegt að segja hérna þessi vinnustaður hérna að starfa undir mjög mikið álagt og segja stress, hvað getum við gert fyrir þessi einstaklingur. Þetta svolítið hérna viðhorf en folk á að aðlagast vinnumarkaður, frekar en vinnumarkaður og að taka tillit til hérna föllun einstaklingur. Og ég held þetta ekki bent viðurkennt, þetta ekki fordóma, en þetta eins og hérna, þetta jú, þau eru velkomin í vinnu, en hérna virðist bara aðlagast okkur. Og þetta því miður stundum ekki hægt. Vinnu eitthvað sem hérna skipta rosalega mikið máli fyrir okkur og við oft spurt hverju ekki neitt. Já, hérna. Við oft spurt þegar við hittum hérna vinnir og kunningar út á götu hvað við að gera. Og ég man alltaf hérna það var ungur strákur 24 ára gamall sem var hérna mjög efnilegur nemandi og afsagt duglegur en hann veiktist þegar hann var 20. Og þegar ég hitti hann hérna í bráðasjúkrahús og geðdeild, hann var í hérna endurhæfingarferli og hann var farin að svara öll folk sem var að hitta út á götu sem var að spyrja, og hvað er svo að gera núna? Og hann var að segja, ég er að fara út í sjópu að kaupa mér kók. Så það var að stoppa öll frekar umræðum hérna ef hann var í skóla eða hvað hann var að gera. Og jú, ég meina, ég er búin að vinna núna í 35 ár á málefnum hérna folk sem með geðröskun, bæði í bráðaumhverfi eða núna í virknimistöð. Og ég get sagt cirka 98%, ef þetta ekki 99% af fólkis óskar sér að fara í vinnu, að vakna á morgnana með tilgang í lífinu og getur fara að gera eitthvað og hitta folk. Og þetta frá því hérna við börn, det stendas við að við mentum okkur til að få vinnu. Staða einstaklinga og í þjóðfélaginu metin eftir að vinnu þáttöku. Og mér finnst til dæmis mjög einkennilegt en hérna þegar einhver búinn með endurhæfingarferli. Þessi endurhæfingarferli ekki að leiða einstaklingur bent út í vinnu, en þetta svolítið á ábyrgð þessi einstaklingur að vera virkur. Atvinnuleysingar bóði ýmislegt námskeið og virkniþáttöku, endurhæfing, endurmenntun, en hérna folk sem veikast fyrir slys,
Þegar þessi 36 mánuðs endurhæfingarprosessi búinn, ef það tókst ekki og ef það tókst ekki þess vegna mitt fólk getur ekki fara í 100% starfi, þetta ekki fólk getur ekki fara að vinna, en vinnumarkaður ekki að bjóða þeim í hvað þau geta gert, svo þau bara yfirgefis með ekki neitt að gera og ef ég man rétt, þetta var fyrir 2 ár síðan sem öryrkjabandalagið gerir rannsókn sem var að sýna en það var rosalega margir sem var óvirkur innan fjöldi öryrkjar. Og mér finnst það myndi vera eitthvað sem hægt að endurskoða að þegar fólk eru búin með endurhæfing, þetta búið fólk að halda virkni með námskeið eða endurmenntun eða fleiri tilboð, ekki bara virkni sem fólk get sækja ef það vil eða vil ekki. Vinnumálastofnun var í fyrra held ég með átök til að benda við erum öll með ævileika sem hægt að nýta og ég held það eitthvað sem þarf að endurstrikka aftur og aftur, þetta hægt að nota kraft ansi margir einstaklingar ef við skoðum þetta frá einstaklingur sjálfur, ekki endilega hvað starfstöð get bjóða upp. Hvað get ég gert fyrir sín fyrirtæki og hvað getur ég gert fyrir mig, þá að vera meira samtal í þessu ferli. Nokkrar tölur, þið vitið óbila allir þetta, som sagt í 2015 var tæplega 17.000 skrá öryrkja á Íslandi. Rúmlega 600 skráðir öryrkjar eru án greiðslna vegna tekna. Og að mínu mati, það getur vera mikið margir sem getur vera skrá með tekjur, ef það var hægt að bjóða fleiri hlutastörf og líka ef umhverfisþættir væru kannaðir og fyrirtæki myndi fá aðstoð til að gera sig grein fyrir hvað þau getur bjóða með því að breyta kannski umhverfisþættir. Vinnumarkaður á Íslandi. Nú ég bara viðurkenni kannski þetta eitthvað tölur sem allir veita en ég sjálf verð aldrei gera mig grein fyrir hvað vinnumarkaður og ég fór að skoða vefsíða Hagstofa og það kom í ljós einkafyrirtæki á Íslandi eru tæplega 27.000. Að vísu langflest fyrirtækin eru með færri en 5 starfsmenn. Som sagt, tæplega 24.000 eru með minna en 5 starfsmenn. Rúmlega 25.000 eru með færri en 10 starfsmenn. Og 143 fyrirtæki voru með fleiri en 100 starfsmenn í vinnu. Og ég var mjög hissa að sjá hvað hlutfall fyrirtæki voru svona frekar ekki illamanna, en lítil fyrirtæki. Og móti ríkis stærsti vinnuveitandi landsins, sem störf bjóða allt land. Ég var mjög hissa líka að starfsmenn ríkisins eru að jafnaði 21.000, sem ofsalega stórt tala, en stöðugildi eru töluvert færri sem margir eru í hlutastörfum. Og þetta rétt, ég vissi ekki en það var svona margir hlutastörf innan ríkisstofnun sem í sama tíma sér mig að hverju ég aldrei sé, ég að fylgja atvinnuauglýsingar næstum því daglega, en ég sé ekki hlutastörf. Eru þessi hlutastörf búa til innan án auglýsingar eða hvað erum við að tala? Greina svolítið mikið hjúkrunarfræðingar eru í hlutastörf til dæmis sem getur útskýrt þessi tölur. Líka innan mjög líklega menntakerfi, ég veit ekki. En samkvæmt tölum Hagstofunnar starfa tæplega 175.000 mann á árgrunnsvesli og íslenskum vinnumarkaði og eru ríkisstarfsmenn 12% starfandi í landinu. Á utan þetta eru stofnanir ríkisins rúmlega 200 starfsins, en þá eru ekki talin opinber hlutafélög, sjálfseignir stofnanir eða lögaðilar sem eru að hluta eða öllu leyti eigu ríkisins. Og opinber hlutafélög fyrir þessi sem veit ekki eru til dæmis Isavia, Ríkisútvarpið, Rarik, Matís og svo fleiri. Og sjálfseignir stofnanir og lögaðilar eigu ríkisins,
starfendurhæfing Hafnarfjarðar, Suzuki tónlistarskóli, Waldorfleikskólinn, öll þessi félag sem eru að fá styrk frá ríkisins. Sveitarfélög, 74 sveitarfélög á Íslandi. Að vísu ég held þetta bara lítil sveitarfélög út á landi sem hafa kannski lítil burði til að ráða mikið fólk í vinnu. En Reykjavík til dæmis, hér með tölur frá 2015-2016, eru cirka að ráða 8.000 mann yfir allan árið og svo það bætir 2.000 á sumarinn vegna sumarvinnu, afleysingar og ýmislegt. Og þessi kerfi líka hjá Kópavogs, Hafnarfjörður og sveitarfélagið í Ring Reykjavík. Som sagt, Kópavogsbær til dæmis með cirka rúmlega 2.000 starfsmenn og það bætir með 1.700 á sumarinn. Sama hjá Akureyri með stórvinnustaður með rúmlega 2.300 starfsmenn, bætir 1.400 mann vegna sumarafleysinga og vinnuskólans. Mér finnst að við erum í land sem er næstas við engin atvinnuleysi. Þetta greinilega margir vinnustað sem getur endurskoða sína stefnu. Sveitarfélagið, þessi stóra sveitarfélagið hafa óbilega rúm til að skoða möguleika að ráða fólk í vinnu og ríkisins líka. Og mér finnst að það er kannski tíma að hætta og segja ég sé við, eigum við alltaf áfram að fræða nálgast samfélag, så ég sé við þetta som sagt Öryrkjabandalagi, VIRK, Vinnumálastofnun, öll endurhæfingarstöð sem að reyna að fá fólk í vinnu. Við erum búin að standa núna í nokkur ár að fræða, nálgast, að samfæra, fara að banka upp á hvert fyrirtæki til að sjá að þau geta ekki fá fólk í vinnu. Mér finnst þetta komin til mig kannski og hlutverk ríkisvaldsins að setja kröfur og einstofnanir og fyrirtæki að ráða falla fólk í vinnu og að finna leið til að gera þetta í hvað Halldór var að tala í samvinnu. Þannig að það á ekki að vera skipun, það á að vera hvert fyrirtæki fyrir sig fekk vissan tíma, þetta spurning 1, 2, 3 ár, farum upp í 5 ár að endurskoða hvað fyrirtæki get gert til að ráða falla fólk í vinnu og líka að segja við talum föllun, þetta svo breiðan hóp, þetta að sjálfa sig fulla fyrirtæki sem mun aldrei geta ráða fólk sem eru með sjónskertur eða blind í vinnu. Þetta er alveg potjett vinnustad sem mun aldrei geta ráða fólk sem eru með hreyfingar vandamál í vinnu. Þetta er alveg potjett vinnustad sem mun aldrei geta ráða fólk sem þola ekki stress í vinnu. En hvert fyrirtæki get ekki skoða einmitt hver getur unnið í þeirra fyrirtæki og vera til dæmis í samvinnu með Halldór í blindafélagið og bjóða að koma til að búa til stefnu og möguleika að bjóða 1, 2 eða 3 störf sem myndi vera þekkingu þessi fyrirtæki fyrir þennan upp. Og nú ég bara með fulla svona hugmynd vangaveltur sem ég veit ekki ef það hægt, en ég held við verðum að vera skapandi og hætta alltaf að segja við og hugsa þetta fullan skilning. Jú, þetta mikið meira skilning en áður fyrr, en þetta er samt þetta skilning sem er mjög yfirborðsleg og ég hefur ekki neitt að gerast, að við fólk tala ekki saman, að við ekki skoða þetta frá einstaklingur sjónarmið, þetta alltaf skoða frá vinnumarkaður sjónarmið og við erum að hætta þetta. Það gengur ekki lengur, vinnumarkaður þetta ekki vond fólk, þetta er fólk sem skilja allt þetta saman og vilja mjögulega gera eitthvað. En þau veit ekki hvað leið svo að fara, svo ég held að það skipun ofan og samvinnu. Það er mín skoðun. Og svo bara alveg sem Halldór var að benda líka, ef ég skilja hér 1. janúar 2017 og að fara í gang nýja tryggingarlögin, það verður starfgetumat
stor hópur af fólki sem ætla að fara í starfgetu að vera metin í með 50% starfgeta. Og hvar hlutastörf? Að mínu mati boltinn í öndum ríkisins, sveitarfélaga og atvinnulífsins. Og ég spyr, hvernig ætli þess að koma og móts við okkur til að skapa þessi hlutastörfið? Ég bara veit ekki ef þetta fulltrúi atvinnulífsins en ég er að tala eina ferð í senn samvinnu og ef folk þurfa aðstoð til að finna hlutastörf í sín eigin fyrirtæki eða stofnun, ef einhver þarf aðstoð til að skoða umhverfisþætti, ég held þetta bara ansi margir sem eru sérfræðingar í þessi málefni sem getur hjálpa innan vinnumálastofnun, innan virk, innan alla þessi sérfélög, alveg sem blindafélagis, ADHD-félagis eða fleiri sem getur koma að þessi málefni. Og ég held við bíðum spennt eftir atvinnulífsins hefur samband með okkur og við erum tilbúin að hjálpa þeim. Takk fyrir. Svo skipta. Við þakkum Silvani fyrir. Og hún mun koma hér upp í pallborð og eftir þannig að þið hingri með fyrirspurnir til hennar. Næsta dagskrá Guðrún Sæmundsdóttir og frumkvöðull og öryrki og hún ætlar að ræða nýsköpun megum við vera með. Nei, já, það ekki bara að ræða. Hérna að glæra fyrir það. Ekkert að glæra. Hvað sagði það? Það hér. Já, þetta bara ræða. Það glæra eitthvað. Þetta. Komið sæl. Í mínu erindi mun ég kynna möguleika öryrkja til að skapa sín eigin atvinnutækifæri, til dæmis í hönnun, handverki, iðnaði og öðru því sem hentar hæfileikum frumkvöðulsins. Hvaða hindranir mæta þeim og hvernig hægt að leysa þær og greiða götu fatlaðra frumkvöðla. Ég byrja á að fjalla aðstæður í nýsköpun öryrkja sem þá tengd uppfinningum, nýrri hönnun og þjónustu sem ekki hefur áður sést á markaðnum. Þá erum við að tala til dæmis eins og síma upp eða bara klárar uppfinningar. Og síðar í erindinu mun ég fjalla aðstæður handverksfólks, iðnaðarmanna og annarra með örorku. Nýsköpun hefur blómstrað í þjóðfélaginu undanfarin ár og núverandi ríkisstjórn hefur aukið verulega fjárframlög í þennan málaflokk. Þá erum við að tala milljarða aukningu. En í nýsköpun eins og á svo mörgum öðrum sviðum þjóðfélagsins eru öryrkjar afskiptir. Öryrkjar eru þó rétt eins og aðrir færir að þróa nýjar vörur fyrir markaðinn sem og að skapa ný atvinnutækifæri en þeir þurfa meiri stuðning frá nýsköpunarumhverfinu heldur en ófatlaðir. Öryrkjar eru þverskurður af þjóðfélaginu, þeir búa flestir af góðri menntun og starfsreynslu og koma úr öllum starfsstéttum þjóðfélagsins. Flestir þeirra hafa orðið fyrir heilsuskerðingu á meðan að þeir voru enn í fullri vinnu eða námi. Ríkisvaldið hefur átt að segja á að fatlaðir frumkvöðlar þurfa meiri hjálp frá nýsköpunarumhverfinu heldur en ófatlaðir og Alþingi gerði eftirfarandi ráðstöfun til að greiða leið fatlaðra frumkvöðla í þingsályktun framkvæmdaráætlunar málefni fatlaðs fólks sem samþykkt var á Alþingi þann 11. júní árið 2012. Hún er hér. Nýsköpunar og frumkvöðlastarf. Markmið: að auka nýsköpunar og frumkvöðlastarf meðal fatlaðs fólks. Framkvæmd: fötluðu fólki verði skapaðar aðstæður til að vinna nýsköpun,
meðal annars með því að koma tilraunasmiðjum landið. Sérstakir frumkvöðlastyrkir verði í boði á hverju ári. Ábyrgð, Vinnumálastofnun, samstarfsaðilar, þjónustusvæði og sveitarfélög, hagsmunaaðilar og nýsköpunarmiðstöð Íslands. Tímabil 2012 til 2014. Kostnaður, 3 stöðugildi og frumkvöðlastyrkir í 3 ár, samtals 30 milljónir króna. Mælikvarði að 3 smiðjur verði komnar á stað í árslok 2014. Samkvæmt upplýsingum frá forstjóra Vinnumálastofnunar var 1 styrkur upp á 5 milljónir veittur út á þetta markmið og fór hann til félagsmiðstöðar sem hafði að markmiði að þjálfa ungmenni í að taka þátt í atvinnu með stuðningi. Það verkefni heyrir nú frekar undir velferðarþjónustu heldur en nýsköpun. Ég kynnti mér þetta verkefni dálítið og sem sagt umfjöllun á heimasíðu sveitarfélagsins sem veitti þetta og þetta var skreytt voðalega mikið með orðum eins og nýsköpun og frumkvöðlastarf. En það var ljóst að þetta var í raun og veru bara verið að reyna að brúa þarna bilið frá námi og yfir í atvinnulífið og inn í þetta atvinnu með stuðningi úrræði. Ef litið betur á ábyrgð framkvæmdar markmið sem frumkvöðlastarf fatlara, þá var hún á hendi Vinnumálastofnunar í samstarfi Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sveitarfélög og hagsmunaaðila, en áhugavert væri að sjá hvernig þetta markmið var kynnt öryrkjum og hvernig stendur á því að það varð ekki að veruleika. Eins og staðan í nýsköpunargeiranum mjög erfitt fyrir öryrkja að fóta sig. Nýsköpunarumhverfið með þeim hætti að frumkvöðlinn þarf að hafa 100% starfsgetu og margir frumkvöðlar brenna út vegna álags. Hvernig ætti þá manneskja með til dæmis 30% starfsgetu að ná árangri? Ekki nóg að vera með frábæra hugmynd eða uppfinningu því að krafa nýsköpunarumhverfisins sú að frumkvöðlinn geti sjálfur gert viðskiptaáætlanir sem innihalda meðal annars til dæmis framkvæmdaáætlun, kostnaðaráætlun, markaðskannanir og slíkt til að fá styrki og eða lán. Það duga ekki þessar einföldu viðskiptaáætlanir sem allir gera sem ætla sér út í rekstur. Heldur það einungis best unnu skýrslurnar sem fá styrk og eða lán en ekki endilega bestu hugmyndirnar. Baráttan styrki hörð og í raun þarf háskólamenntun til að fylla út samkeppnishæfar styrkumsóknir. Samt þekkt að stór hluti uppfinninga verða til hjá fólki sem óvænt finnur nýja lausnir við hinum ýmsu verkefnum og áskorunum í daglegu lífi. Dr. Christian Sandström, prófessor við Chalmers Tækniháskólann í Gautaborg, hefur rannsakað uppruna 100 helstu uppfinninga Svía og birti þær niðurstöður í ágúst 2014. Þær sýna að af 100 helstu uppfinningum þeirra hafi 45 komið frá einstaklingum, 35 frá fyrirtækjum og 20 úr háskólaumhverfinu. Thomas Edison, sem fann upp ljósaperuna, símann, hljóðritun og kvikmyndatökuvélina, hefði varla átt möguleika til að koma sínum uppfinningum áfram í íslensku nýsköpunarumhverfi því að hann var með námsörðuleika, heyrnarskerðingu og sykursýki. Hann lærði ekki að lesa fyrir hann var 12 ára gamall og náði aldrei almennilega tökum á því að skrifa. Og því hefði hann ekki getað skilað inn nægilega flottum skýrslum. Henry Ford, sem fann upp fyrsta bílinn, hefði ekki heldur átt gott með skýrsluvinnuna því hann var lesblindur.
Núverandi nýsköpunarumhverfi frumkvöðla miðar að því að hvetja frumkvöðlin í að mennta sig í áætlunar og skýrslugerð í stað þess að veita honum þessa þjónustu. Ríki veitir miklu fjármunum í að reka nýsköpunarmiðstöðvar með ráðgjöfum sem í raun eru eins konar markþjálfar, en einhverjar samkeppnisreglur koma í veg fyrir að þeir geri þessa vinnu fyrir frumkvöðlin. Ef litið á lög nýsköpunarmiðstöð kemur samt hvergi fram að þeir megi ekki vinna skýrsluvinnuna fyrir frumkvöðla með örorku. Og í lögum stofnunarinnar mikið lagt upp úr því að hvetja til hönnunar og nýsköpunar eins og sjá má í 4. grein laga nýsköpunarmiðstöð þar sem kemur fram að stofnunin eigi að móta sértæk stuðningsverkefni sem stuðlaða framgangi nýrra viðskiptahugmynda sem spretta af hugkvæmni einstaklinga og hún á einnig að auka veg hönnunar í íslensku efnahagslífi. Það ljóst að nýsköpunarumhverfi öryrkja þarfnast úrbóta og hagsmunaaðilar og ráðamenn þurfa að tryggja fötluðum frumkvöðlum þjónustu fagfólks í öllu ferli viðskipta hugmyndarinnar. Hvort sem að ákveði verði að fara þá leið sem samþykkt var í þingsályktuninni 11. júní 2012 eða hvort að Nýsköpunarmiðstöð Íslands bæti sína þjónustu þannig að frumkvöðlar með örorku geti notið hennar. Athuga þarf styrkjakerfi og sjá til þess að öryrkjar hafi aðgang að þeim til jafns við aðra. Og mögulega með því að skilyrða það að ákveðið hlutfall af öllum opinberu nýsköpunarstyrkjum renni til fatlaðra frumkvöðla og vísindamanna. Einnig þarf sá möguleiki að vera fyrir hendi að frumkvöðlar sem treysta sér ekki til að stofna eigin fyrirtæki sínar viðskiptahugmyndir geti leita til starfandi fyrirtækja og komið hugmyndinni til þeirra gegn hlutdeild eða greiðslu. Þarna gætu samtök atvinnulífsins í samstarfi við okkur og á nýsköpunarumhverfið komið að gerð ferlis sem tengir hugvitsmanninn við fyrirtækið. Það hendi nefnilega fagfólk í atvinnulífinu eins og aðra að lenda í því að verða öryrkjar og geta ekki unnið. En þá hafa þau oft meiri tíma en kollegarnir til að stúdera og útfæra tækninýjungar sem þau gætu vilja koma á framfæri við starfandi fyrirtæki. En nú skulum við líta betur á aðstæður iðn- og handverksfólks sem og annara sem hefur ekki getu til að starfa á hinum almenna vinnumarkaði en hefur starfsgetu, reynslu og þekkingu. Þarna fólk sem gæti hentað að útbúa vinnuaðstöðu heima hjá sér. En þarf að gera breytingar á húsnæði, kaupa tækjabúnað og hráefni til að fjármagna starfsemina. Nauðsynlegt að byggja stuðningsumhverfi fyrir þennan hóp og hér hugmynd hvernig það hægt. Stuðla þarf að fræðslu og hvatningu sem miðar að því að hjálpa fólki að koma auga á möguleika og viðskiptatækifæri. Stofnaður væri lánasjóður sem veitir lán til að fjármagna kostnað vegna atvinnusköpunar fatlaðra einstaklinga sem nýta lánið í að veita sér atvinnu við framleiðslu eða þjónustu. Ef að reksturinn gengur upp, greiðist lánið tilbaka á lágum vöxtum og á þeim hraða sem að lánþegi ræður við. Hér eru dæmi hvaða öryrkjar gætu notið góðs af því að fá svona lán. Bakarar og matreiðslufólk. Þau fengu lán til að koma sér upp tækjakosti og breyta húsnæði til þess að það sé aðlaga þeirra fötlun og þau fái nauðsynlega vottun og rekstrarleyfi. Þau geta síðan boðið þjónustu sína og framleitt vörur fyrir veitinga- og kaffihús, veisluþjónustur, fyrirtæki og verslanir. Sjáu ekki fyrir ykkur kannski eins og núna berjatíminn að við getum keypt
krækiberjasaft og risberjasultu eða eitthvað slíkt sem að væri svona heimagert en af fagfólki. Bara hugmynd. Handverksfólk fengi lán til að kaupa vélar, verkfæri og hráefni. Með fjölgun ferðamanna hingað til lands aukin eftirspurn eftir handgerðu minjagripum sem framleiddir eru hér á landi. Það vilja nefnilega ekki allir ferðamenn kaupa eitthvað innflutt frá Kína. Þeir vilja eitthvað sem búið til í landinu sem að þeir eru að ferðast til. Þarna eru tækifæri fyrir hannyrðafólk, glerlistafólk og leirlistafólk, kortagerð, kertagerð og margt fleira. Einnig felast tækifæri í framleiðslu á ýmiss konar gjafavöru, heimilisvöru, jólavörum, skartgripagerð og slíku fyrir hinn almenna markað. Iðnaðarmenn, smiðir og aðrir iðnaðarmenn fengu lán til að breyta bílskúr eða öðru húsnæði í sérútbúna starfsaðstöðu sem hentar þeirra fötlun og getu. Þá öðlast þeir möguleika til að taka sér ýmiss konar verkefni sem þeir ráða við, bæði sjálfstætt og í samstarfi við stærri fyrirtæki. Frumkvöðlar í tölvuþjónustu, hugbúnaðargerð, þjónustu símavera, ýmis skrifstofu og bókhaldsþjónusta. Þeir fengu lán til að byggja upp símaver, tölvuþjónustu, hugbúnaðargerð og slíkt, bæði sjálfstætt og í samstarfi við önnur fyrirtæki. Þetta eru aðeins nokkur dæmi þá aðila sem myndu njóta góðs af atvinnulánasjóði öryrkja. Mikilvægt væri að þeim stæði til boða aðstoð við að koma á viðskiptasamböndum, til dæmis með því að halda kaupstefnur, þar sem að þau gætu kynnt sína vöru og þjónustu fyrir fyrirtækjum sem tilheyra þeirra sviði. Til dæmis ef að ræða handverksfólk, þá væri boðið verslunum og fyrirtækjum sem líklega væri til að kaupa af þeim og fyrirtæki iðnaðarmanna eru kynnt fyrir fyrirtækjum sem þeir gætu þjónustað. Frumkvöðlastarf öryrkja viðamikill málaflokkur sem ekki hægt að gera fullnægjandi skil á í stuttu erindi, en ég vona að ég hafi náð að varpa ljósi á tækifærin sem að þjóðfélagi hefur til að virkja betur þennan mikla mannauð sem að núna fær ekki almennilega að njóta sín. Takk ykkur fyrir. Við þakkum Guðrúnu fyrir og næst á mælendaskrá Berglind Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri Impru á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Já, frábært, takk fyrir það. Ég þarf aðeins að tækni tengjast hérna. Vonandi sýnir mér smá hérna nú. Þolinmæði, þetta er hérna. Flott, takk. Kæra þakkir fyrir að bjóða mér hingað í dag. Ég fekk símtöl frá Þorberu og þannig Guðrúnu varðandi þetta erindi og fekk aðeins tækifæri til þess að ræða lauslega við þær málaflokkinn og þess vegna gafst mér aðeins tækifæri til þess að hugleiða hvernig og hvaða tökum ég gæti í raun og veru tekið efnið. Við erum að tala stuðning við nýsköpun sem að málaflokkur sem ég þekki mjög vel, en hins vegar þekki ég málaflokk fólks með skerta starfsorku afar illa. Svoleiðis að ég á svolitlum krosskutum og þarf aðeins að geta í eyðurnar að vissu leyti. En mér þetta líka bara mjög áhugavert að eiga samtal við ykkur hérna á þessu málþingi og jafnvel í kjölfar þess. En það sem ég ætla að tala núna eru lykiláherslur í starfi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
þjónusta við frumkvöðla og fyrirtæki og svo tækifæri frumkvöðla með skerta starfsorku. Ég verður þetta að segja að mér fannst innlegg Guðrúnar núna rétt í þessu varðandi svona praktískar lausnir ákaflega góð og mjög svona lýsandi og kannski lýsa því sérstaklega að það eru ótal möguleikar sem að þurfa ekkert endilega að vera svo flóknir í framkvæmd. En Nýsköpunarmiðstöð Íslands stofnun þar sem að framfara rannsóknir og þróunarstarf í tækni og nýsköpun. Og stofnuninni ætlað að vera burðarás á Íslandi í alþjóðlegu og innlendu samstarfi rannsókna og þróunarverkefna sem stuðla aukinni samkeppnishæfni Íslands. Nýsköpunarmiðstöðin leiðandi í nýtingu og þróun á svæðisbundnum auðlindum og þar líka að finna stuðning, sérstaka deild sem að sér stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki og Impra á Nýsköpunarmiðstöð Íslands miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir frumkvöðla og fyrirtæki. Og þar hægt að fá aðstoð varðandi viðskiptahugmyndir, rekstur, erlent samstarf og fleira. Nýsköpunarmiðstöðin með starfsstöðvar víða land, eins og sjáið það kannski aðeins illa þakið þarna á Austurlandi. Flestar þessar starfsstöðvar eru svona 2 til 3 manna, sumar bara 1 manns og flestir eru hér í Reykjavík. Nýsköpunarmiðstöð Íslands rekur eða kemur að rekstri með beinum og líka með óbeinum hætti FabLab smiðja víða landið. En það eru smiðjur, það sem þetta fann bara sjálfsögstað. Það eru smiðjur sem að bjóða upp á áhugaverða möguleika fyrir frumkvöðla. Ég ætla að tala aðeins meira það á eftir. En þá sem sagt komið að þeim þætti þar sem ég ætla aðeins að bara fara yfir og segja frá þjónustu og þekkingarmiðlun sem við bjóðum upp á fyrir frumkvöðla og fyrirtæki. Og þannig að við veitum 5.000 handleiðsluviðtöl árlega og 10.000 styttri leiðsagnir eða upplýsingaviðtöl. Og við veitum þannig leiðsögn sem allt frá hugmynd að fyrirtæki í öflugum rekstri. Og þessi leiðsögn fer fram með ýmsum hætti. Hún fer fram á fundum, hún fer fram í gegnum netið, hún fer fram í gegnum síma og við höfum líka lagt okkur fram við að veita einstaklingsbundna þjónustu þannig að hún henti viðmælenda okkar. Auðvitað eru mjög margir sem eru kannski að stíga sín fyrstu skref og þurfa að kanna möguleika og fá upplýsingar sem henta þeim fyrstu skrefum, en síðan eru auðvitað margir sem eru komnir miklu lengra og þá þurfum við að fylgja þeim eftir. En eins og Guðrún reyndar kom inn á áðan, þá veitum við ekki þjónustu sem þannig að við skrifum viðskiptaáætlanir eða skrifum umsóknir eða vinnum þannig vinnu fyrir fólk. Það er kannski, það má segja, nokkrar ástæður fyrir því, meðal annars bara við höfum ekki mannafla í slíka vinnu. Og við værum þá líka komin inn á ráðgjafamarkað sem að okkur uppálagt að fara ekki inn á. Okkar hlutverk að styðja, efla og hvetja, en í raun og veru ekki vinna verkefni fyrir viðskiptum okkar. Hins vegar auðvitað má alveg hugsa sér og það má alveg skoða það að þarfir ólíkra hópa séu misjafnar og það væri hægt að skoða þessar þarfir sérstaklega. Við ætlum að koma aðeins inn á það bara á eftir. En þannig að allir hafa fengið hugmynd og allir hérna inni hafa örugglega fengið margar hugmyndir, en það hafa ekki allir fengið góða hugmyndir. Þetta til dæmis ekki góð hugmynd í dag. Þessi hljómsveit myndi kannski ekki vera að gera sig og ég man ekki hvort að þið munið eftir, en þetta var tæki sem að margir Íslendingar kannast við og þekkja
okkur fannst ofsalega fyndið og mér finnst þetta ennþá fyndið og þetta spliff, donk og gengja sem að fóstbræður markasettu með engum árangri af því enginn skildi til hvers. Já. Nú þessi, það eru sumir áhorfendur sem eru blindir. Já. Það verður afskaplega gott að geta Lýst þessu. Já, Þau sá ekki hljómsveitina sem var á. Heyrðu, ok. Þarna var ég ekki átt að mig á í hvað aðstæðum ég á stöð, sko. Þetta, með þessari glæru sem fylgir mynd af reyndar fóstbræðrum í 90s outfiti og þetta var bara svolítið svona krúttlegt að þetta kemur við okkar kannski unglingsár og svona ýkt mynd á einhverjum momentum sem að við viljum kannski gleyma jafnvel. Það sem að er tæki sem að þessi sama grúppa markaðsetti eða í raun og veru talaði mikið í sínum grínþáttum sem að svona spliff, donk og gengja. Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu, þetta einhvers konar græja, minnir svolítið kannski á svona hrærivéla, hvað heitir það? Þeitara, já, þeitara með einhverjum svona skrýtnum, svona heyrnartólalegum framlengingum og enginn skilur til hvað sá að nota það. Og ástæðan fyrir því að brá upp þessari mynd svo að ef að fólk að vinna að þróun, vöruþróun eða þjónustuþróun sem enginn skilur hvernig á að nota, þá er viðkomandi að missa mjög mikið marks með sínu starfi og það er bara fullt af dæmum af fólki sem eyðir alveg ótrúlega miklum tíma í að þróa viðskiptahugmynd, þróa vöru sem að annarkvort ratar aldrei á markað, á ekkert erindi á markað, var aldrei kannað hvort að ætti einhvern markað og þetta er svona sú hlið kannski á lífi frumkvöðulsins sem að fólk vill ekkert endilega kannski dvelja við því þetta er erfiða leiðin, þetta er grýtti stígurinn, þetta eru mistökin og þetta eru gjaldþrotin sem að liggja þarna í frumkvöðlastarfinu og nú ætla ég ekki að vera að draga úr ykkur móðinn á neitt hátt en það er bara samt raunveruleikinn sá að langflestar hugmyndir ganga ekki upp. En þess vegna þá þurfum við að huga mjög vel að undirbúningi og hugsa það hvað við erum að gera í þróun viðskiptahugmynda og í nýsköpun. Svoleiðis að við lágmörkum mistökin, lágmörkum það sem maður myndi bara, í raun og veru kalla mistök eða hugmyndir sem ekki gera sig. Og annað atriði sem að mér finnst mikilvægt að koma inn á þegar við erum að tala nýsköpun og þróun nýrra viðskiptahugmynda þetta og það virðist kannski vera augljóst að snjallar hugmyndir verða ekki til úr engu. Snjallar hugmyndir verða mjög oft til vegna sérþekkingar viðkomandi segjum nýskapara, viðkomandi frumkvöðuls á sínum reynsluheimi og þeirra sem að svona eru í umhverfi hans og hafa svipaða reynslu. Það til dæmis ekki óalgengt að fólk sem að býr við einhvers konar skerðingu eða fötlun sé með hugmynd lausn á því hvernig hægt sé að mæta hvernig megi virka eða gera auka lífsgæði kannski betur orðað. Þess vegna þá þurfum við að huga svolítið að því hvernig við horfum á veröldinni í kringum okkur og hvernig við sköpum aðstæður sem að gera okkur kleift að búa til góðar hugmyndir úr þeim raunveruleika sem við búum við eða búum í. Það líka mikilvægt að huga því hvernig
hvernig við vinnum síðan að framgangi þeirra hugmynda. Því að upphafsglæran, það sem ég var að segja, allar hugmyndir eru ekki endilega góðar hugmyndir, hún kannski gengur svolítið út á það að leggja áherslu á og undirstrika mikilvægi þess að undirbúa vel og skilja vel nýsköpunarferlið. Þessi glæra hérna sem ég er að varpa upp, hún, og ég mun fara betur yfir, hún er í stalinni frá þessum finna sem heitir Petri Rúvonen og er sérfræðingur og sérstakur ráðgjafi finnsku ríkisstjórnarinnar nýsköpun. Og hann segir nýsköpun er nokkurn veginn leit að tækifærum. Ekki endilega uppfinning á einhverju algjörlega nýju, við erum ekki að finna upp hjólið á hverjum degi, við erum að leita að tækifærum í umhverju okkar. Nýsköpun er 1% neisti og 99% puð, eins og kannski í mjög mörgu öðru í lífinu. Það þarf alltaf eitthvað fjármagn og nýsköpun er aðalega ekki tæknileg. Nýsköpun getur verið tæknileg og tækni getur komið við sögu, en hún er aðalega sprottin úr einhverjum ákveðnum jarðvegi og núna á okkar stafrænu öld er nýsköpun í auknum mæli stafræn. Nýsköpunarferlið, það fjallar það að vinna úr hugmynd og búa til úr henni virði. Í raun og veru þá er aðalmálið varðandi það, hvað er nýsköpun? Nýsköpun er að búa til virði úr einhverju, úr þjónustu, úr einhverju sem er meira áþreifanlegt. Og mikilvægur hlekkur í þessu ferli er innleiðingarferli, hvernig þú vinnur að því að búa til nýsköpun, og mikilvægt atriði í þeirri innleiðingu er að ljá þjónustunni eða vörunni einhvers konar merkingu í huga notandans. Því að ef að notandinn skilur ekki eða getur ekki ljáð vörunni eða hugmyndinni einhvers konar merkingu sem hann getur tengt við sinn raunveruleika, þá er ekki þá gengur viðskiptahugmyndin ekki upp. Og þetta var svona smá útúrdúr sem í raun og veru leiðir mig aftur því bara að segja ykkur frá því upp á hvað við bjóðum á Nýsköpunarmiðstöð. Við bjóðum upp á ýmiss konar þekkingu, ýmiss konar tól og tæki. Við vitum hvernig á að setja upp áætlanir. Við erum með svona form og módel, svona matrixur, tölvutækar og allavegana gátlista fyrir frumkvöðla, alls konar gagnlegar upplýsingar og svo framvegis, sem að ég efast ekki að komi fólki með skerta starfsorku að mjög miklum notum. Bara eins og öllum öðrum. Við erum að þjónusta mjög breiðan hóp fólks. Við bjóðum upp á þjónustu sem við kallum handleiðslu, sem gjaldfrjáls þjónusta fyrir frumkvöðla og fyrirtæki, á breiðu sviði tengdu undirbúningi og stofnun og rekstri fyrirtækja. Varðandi stofnun og rekstur sem er svona þessi heimavinna, þessar upplýsingar fullt af atriðum sem þarf að huga að, varðandi viðskiptaþróun, rýni, endurgjöf, verkefnastjórnun og bara hjálpa fólki að fá sín á sínar hugmyndir. En við erum svolítið í því að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft, því að við, eins og áður hefur komið fram, vinnum ekki þessa vinnu fyrir fólk. Við í raun og veru sendum fólk með verkefni og tökum svo við því endalaust aftur á meðan það er að vinna sínum viðskiptahugmyndum. Business Model Canvas er mjög svona einföld og góð leið sem við notum mikið. Mér langar bara að segja ykkur frá ef það er eitthvað sem þið vilja ræða frekar síðar við okkur. Við erum með lítinn styrkjasjóð sem úthlutar 2 ára ári. Umsóknirnar þessa styrki, við höfum gert þær eins einfaldar og við getum. Það ekki nærri því eins flóknar eins og umsóknir í Tækniþróunarsjóð sem eru líka umsóknir miklu stærri upphæðir.
En vissulega verðum við að gera kröfu að fólk geti lýst sinni hugmynd og sett fram upplýsingar áætlanir sínar. En við þekkjum mjög vel misjafnar þarfir frumkvöðla. Hér eru bara nokkur dæmi sem varpa upp hvers konar verkefni hafa komið við sögu í átaki til atvinnusköpunar. Hér mynd af svona ræktunarkerfi sem að, ég meina þarna ekki verið að finna upp hjólið, þetta alveg til, en þetta samt nýsköpun. Þessi unga kona frumkvöðull sem búin að hanna nýtt kerfi sem að gerir fólki auðveldara að rækta grænmeti, rækta fyrir sjálft sig. Hér kona sem að heitir Rakel Sævarsdóttir og bara hannaði nýja gerða skipskrúfu sem að nýtir orkumun betri heldur en eldri tegundir. Og hún telur og við teljum líka að þetta sé frábær hugmynd sem að hún fær þá stuðning til að markaðssetja erlendis. Hér önnur hugmynd sem tölvuleikur og þarna eru fulltrúar þessa tölvuleiks sem heitir Drexler að taka við loforðum styrk til þess að halda áfram þróun á þessari vöru. Aðeins bara líka til að nefna þetta svona yfirlitsmynd hér af Fab Lab smiðju, en eins og ég sýndi ykkur áður þá komum við að eða rekum beinum hætti Fab Lab smiðjur víða land og á þessari mynd erum við að gera tilraun til að lýsa þeim tækjakosti sem að Fab Lab smiðja býður upp á. Það eru til dæmis stórar fræsivélar, það eru aðstæður fyrir rafeindatækni, það eru tölvur til þess að hanna útlit og innri gerð hluta, það eru þrívíddarskannar, þrívíddarprentarar, það eru nákvæmar fræsivélar, það eru vínilskerar og svo framvegis og ekki síst fjarfundarbúnaður sem heldur okkur góðu sambandi við alþjóðlega samstarfsaðila okkar sem að miðla þekkingu til okkar. Meðal verkefna sem að unnið hefur verið að í Fab Lab smiðjum hjá okkur eru bakka, ég veit ekki hvað átó á þessu, það til dæmis róbótar sem þessir verkfræðinemar sem eru í Háskóla Íslands voru að hanna, svo eru svona hönnunarverkefni. Og hérna ljós sem hefur verið hannað í Fab Lab. Frosti, samstarfsmaður minn að tala. Petarprojekt skemmtilegt. Ég var að hoppa yfir hann, ég vissi ekki að hann var hérna bakvið. En allavega þetta eru svona petalar fyrir ég veit ekki einu sinni hvað, fyrir raun og hátalarkerfi, fyrir rafmagnsgítara. Og svo eru svona einfaldir hlutir. Sem að eða frosta út af þessu. En þið sjáu hvað þetta er svona einföld hönnun fyrir ferðamannamarkað. Segja ykkur líka frá því að við rekum frumkvöðlasetur. Hér í Reykjavík Hlemmur og Gasstöðin og Tónklassin sem að sérhæfa sig í raun og veru á sviði skapandi greina. Svo erum við með heilbrigðistækni uppi á Keldnaholti í Grafarvoginum. Við erum með Kveikjuna sem samstarfsverkefni Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Og á þessum frumkvöðlasetrum eru alls 90 fyrirtæki og þetta eru nokkur þeirra og þessi glæra í skellinni hérna upp, þetta bara nokkur af mjög mörgum fyrirtækjum sem hafa komið við sögu hjá okkur. Nox Medical hefur verið alveg rosalega mikið fréttum nýlega, byrjaði sem pínulítið frumkvöðlafyrirtæki og þeir voru við hliðina á skrifstofunum minni upp á Keldnaholti þegar það voru 3 starfsmenn undir súð við mjög sexy aðstæður í raun og veru, ekkert mjög góðar vinnuaðstæður en það sem að þessir starfsmenn höfðu ómælda þekkingu á því sem það voru að gera og koma reyndar úr bakgrunni sem að gaf þeim þetta forskot sem er nú búið að gera þau að, ég veit ekki einu sinni hvað velta mörgum milljörðum í sölu á þessu lækningatæki en þau hafa vaxið gífurlega. Saga Medica, Valamed, Oculis, fyrirtæki sem byggir á rannsóknum, Orf. Þessi fyrirtæki hafa öll einhvers staðar byrjað á 1 til 3 til 5 starfsmönnum. En
nú er ég svona komin nokkuð langt í mínu erindi og í raun og veru bara kannski í framhaldi af þessari kynningu, ég lít á í raun og veru mitt framlag fyrst og fremst bara sem kynningu á því sem við erum að gera. Þá er kannski hugleiðingin hvað getum við gert fyrir frumkvöðla með skerta starfsorku og hvernig er það öðruvísi heldur en svo þjónusta sem við bjóðum bara almennt upp á. Ég meina þjónusta Impro og nýsköpunarmiðstöð sem er sá þáttur sem að snýra að frumkvöðlum og litlum fyrirtækjum stendur öllum til boða að geta allir komið til okkar. Hins vegar erum við dálítið langt svona frá miðbæ bæjarins, við erum ekkert frábærlega aðgengileg. Það er kannski eitthvað sem við þurfum að skoða. Og svo bara spurningin, eru frumkvöðlar með skerta starfsorku sérstakur markhópur? Hvað er öðruvísi við þennan markhóp heldur en aðra? Og hverjar eru þarfir þessa hóps? Það sem ég held að geti verið mjög áhugavert í raun og veru bara að skoða og ég held að réttur aðlið til þess að skoða það með væru til dæmis Öryrkjabandalag Íslands eða einhverjir aðrir fulltrúar hérna inni. Hversu stór er þessi markhópur? Hversu margir innan raða ÖBÍ til dæmis hafa áhuga á frumkvöðlastarfi, vilja fá meiri þjónustu inn á það svið. Og við þurfum að læra og vita hverjar þarfir frumkvöðla með skerta starfsorku eru aðrar heldur en annara frumkvöðla. Ég reikna ekki með þessi hópu sé algjörlega einsleitur. Það bara hlýtur að vera mjög mikill munur á einstaklingum innan þessa hóps sem að væri þá ástæða til þess að skoða nánar. Og þá í framhaldi af því er ástæða til þess að hanna eða búa til einhvers konar þjónustu sem er sérstaklega í þágu þessa markhóps. Er ástæða til þess að skoða það að setja upp stuðningsverkefni í þágu frumkvöðla með skerta starfsorku og hverjir myndu þá koma að því? Hverjir myndu til dæmis fjármagna það og hverjir myndu koma að því að búa til? Getum við boðið upp á fræðslustarf og námskeið eða einhvers konar svona þekkingarframboð þá í til dæmis samstarfi við Öryrkjabandalagið eða einhverja aðra innan þeirra raða eða utan. Getum við hugað að samstarfi fjármögnun stuðningsverkefna og þá með hvað hætti myndi slík fjármögnun verða og þess vegna fannst mér listin sem að þú taldir upp af alls konar möguleikum mér staða nokkuð borðleggjandi. Og svo höfum við komið að samstarfi við Frumbjörg, frumkvöðlamiðstöð sjálfsbjargar og það má auðvitað skoða það út af hvað það samstarf gengur og hvernig væri hægt að þróa þá þjónustu áfram. Og við vissulega erum að því, þannig sé, við erum í samtali Eyjólfur og ég man nafnið Brandur, algjörlega, ég ætlaði að fara að segja Börkur, en það var kannski ekki alveg nóg gott. Brandur og Eyjólfur starfsmaður nýsköpunarmiðstöðvar í raun og veru hafa komið að því samstarfi saman, en þar geta fleiri komið til og þarf kannski að styrkja undirstöðurnar, fjárhagslega undirstöður þess verkefnis. Að öðru leyti, ég veit ekki hvort að þið viljið að ég taki spurningar núna eða á eftir, en þetta er svona mitt framlag og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að hlusta á mig. Takk. Þakkum Berglindi fyrir, ég held að við fáum spurningarna bara í panel hérna á eftir. Þá er samkvæmt dagskrá komið að kaffihlé og við ætlum að taka 30 mínútur og það er kaffi hér fram á gangi og við verðum komin aftur í sal og byrjum 14:45. Takk.
Já, ég vil ekki að fá fólk inn í sal sem að er frammi. Kannski heyra ekkert í okkur eða eitthvað. Kannski eru bara allir komnir inn, en við skulum þá halda málþinginu áfram og hér framundan eru 2 aðilar með innlegg og síðan pallborðsumræður og þá ætlum við að fá þá sem hafa verið hér með innlegg á fundinum upp á pallinn til okkar og þið hinn sem eftir eru út í sal að þið verðið punkti hjá okkur mikilvægar og djúpar spurningar og varpi hér til okkar ræðumanna. Nú, næsta dagskrá er þá Ragnheiður Hergilsdóttir, verkefnastjóri atvinnumála fatlaðs fólks hjá Vinnumálastofnun og hún ætlar að ræða hvernig mætum við einstaklingbundnum þörfum og óskum. Varstu ekki með hérna? Hér. Já, það er hérna. Ekki. Ok. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri fundamenn, komið sæl blessuð og takk fyrir tækifæri til þess að fá að tala hérna við ykkur og vera með ykkur í dag. Og eins og þið sjáið þá ég aðeins búin að breyta titlinum á erindinu frá því sem í dagskráni. Af því að þegar ég fór eitthvað að hugsa það þá ég segi að það náttúrulega miklu næra að velta því fyrir sér hvort við séum að því og ræða þá á eftir hvað við gerum þá til þess að nálgast betur þetta verkefni sem okkur er falið í Vinnumálastofnun að aðstoða fólk með skerta starfsgetu til að fara út á vinnumarkaðinn, komast í launuð störf og geta haldið þeim áfram. En ég ætla að byrja á því að aðeins kannski varðandi yfirfærsluna á atvinnumálum fatlaðs fólks frá sveitarfélögum til ríkis. Það er náttúrulega flestir orðnir hundleiðir á þessari umræðu, hún er búin að standa í allavega 20 ár, það er að segja hver á að gera hvað og hver ber ábyrgð á hverju og ég þarf örugglega ekki að fara mörgum orðum yfir það með ykkur að atvinnumál fatlaðs fólks færðust síðustu áramót frá sveitarfélögum til ríkis, hafði færst til sveitarfélaga frá ríki 2011. Niðurstaðan varð svona málamiðlun, það er að segja það var fluttur hluti af atvinnumálum fatlaðs fólks til Vinnumálastofnunar eða ríkisins frá sveitarfélögunum en sveitarfélögin héldu áfram hluta, það er að segja þeim hluta sem að snýra að rekstri og framtíðar uppbyggingu, hæfingar, tengdrar þjónustu eins og það er kallað í viljayfirlýsingu sem að yfirfærslan byggir á, en það eru þá verndaðir vinnustaðir, hæfingarstöðvar og sambærileg þjónusta fyrir fatlað fólk. En Vinnumálastofnun hefur veitt fólki með skerta þjónustu með skerta starfsgetu þjónustu í mörg ár ákveðnum hópi og þó sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur ekki verið svo mikið út á landsbyggðinni og þjónustuskrifstofunum okkar. Aðallega á höfuðborgarsvæðinu var sérstök atvinnudeild fyrir fatlaða og öryrkja, sérstakur stuðningur þá þar og síðan frá 2011 fram að síðustu áramótum þá var AMS þjónustan byggði á þjónustusamningi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu við Vinnumálastofnun. Færðist frá svæðisskrifstofunum, Reykjanes og Reykjavíkur inn á Vinnumálastofnun. Og síðan áramótin þegar þessi breyting verður, þá er ábyrgðin á þessu komin til okkar í Vinnumálastofnun. Við tökum með öllum umsóknum verndaða vinnu og hæfingu og aðstoð við atvinnuleit vegna skertra starfsgetu. Síðan það sem snýr að vinnu og hæfingarstöðum eins og við sjáum hérna á glærunni, það er þessi verkaskipting og skipt ábyrgð vegna þeirra mála. Vinnumálastofnun tekur við umsóknunum, aflar upplýsinga, leggur mat á þörf, síðan erum við með samráðshópa á hverju þjónustusvæði okkar, 8 svæðum á landinu, með fulltrúum sveitarfélagana sem að reka þessar stöðvar. Við setjumst niður
með umsóknir og við fjöllum er hægt að mæta þessari þörf og ef svo hvar henni best mætt og síðan málinu vísa það til hæfingarstöðurinnar eða verndaða vinnustaðarins eða hvað við nefnum það. Þið vitið þetta með hugtökin og nöfnin, þetta náttúrulega eitt af því sem við þurfum að fara að skýra svolítið, svo við vitum hvað við erum að tala á hverjum tíma. En ég ætlaði ekki að tala þennan hluta af okkar verkefni meira en þetta í dag. Ég ætlaði frekar að ræða þá aðstoð eða þjónustu og stuðning sem við eigum að veita fólki sem að leita sér að störfum út á almennu vinnumarkaði vill komast í launustörf. Örstutt, þetta kannski grunngildi. Kannski ég að fara yfir þetta því að ég vinn hjá opinberri stofnun að þá finnst mér ég endilega að þurfa að koma til skil einhverjum grunngildum og leiðarljósum og svona. Kannski skiptir það ekki öllu máli, ég veit ekki, mér finnst það skipta máli, mér skipta máli fyrir mig að líta öðru hverju á það fyrir hvað við ætlum að standa og ekki bara það heldur líka að tengja þá því sem við erum að gera dagsdaglega og hugsa, erum við að gera þetta? Hvernig vitum við hvort við erum að gera þetta? Hvern þurfum við að spyrja til að vita hvort við erum að uppfylla það sem við segjumst vera að gera? En þetta pæling sem er mjög skemmtileg og þarf alltaf að vera í umræðinni. En fókusin okkar í þjónustunni á hugmyndafræðum sjálfstætt líf með þessum lykil hugtökum, mannréttindi, virðing, jafnrétti og jöfn tækifæri og nálgunin þar sem að við leitumst við að gera í okkar vinnu á Vinnumálastofnun, það að mæta atvinnuleitandanum út frá hans forsendum. Hvað vill hann, hvað þarf hann, hvar eru styrkleikarnir, hvað getur hann og svo framvegis. Og þetta viljum við gera leið og við erum innan einhvers ramma sem byggir á lögum, annars vegar réttindalögum og hins vegar fjárlögum. Og þetta er verkefnið okkar og við reynum hvað við getum að standa okkur sem best í þessu. Aðeins varðandi þegar það kemur umsókn inn til Vinnumálastofnunar aðstoð við atvinnuleit, hún fer til ráðgjafa, hann boðar viðkomandi umsækjanda til sín í viðtal og þar farið yfir svona aðstöðuna. Það þarf að ræða við atvinnuleitandann eftir hverju hann að sækjast, hver sagans, atvinnusaga, hvað hefur hann starfað, hefur hann verið út á vinnumarkaði áður, hver hans reynsla og svo framvegis. Þetta mjög mikilvægt til þess að þegar við förum síðan að leita að starfinu fyrir viðkomandi einstakling, þá séum við að leita að einhverju sem eftirsóknarvert og heppilegt eða æskilegt eða líklegt til árangurs fyrir atvinnuleitandann. Af því að það skiptir auðvitað miklu máli að við vöndum okkur í þessari þjónustu okkar, við að vera sérfræðingarnir í því að greina þarfir fólks fyrir stuðning, byggjum það á því sem fólk segir okkur, átt okkur á atvinnulífinu, hvar eru störf, hvernig störf, ræða við vinnuveitandann, ræða við vinnustaðinn, reyna átt okkur á því hvaða möguleikar eru á þessum vinnustað, tala við þá sem að ráða þar hvort að það sé ekki möguleiki að hugsanlega breyta starfi aðeins eða laga það að viðkomandi nýjum starfsmanni, bjóða upp á hlutastörf, bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma og svo framvegis og framvegis. Þetta auðvitað allt mál sem að þið þekkju að hafa komið fram í umræðuna áðan. Og svo það sem var mjög spennandi að heyra þessa umræðu nýsköpun, frumkvöðlastarf og nýsköpun og við notum náttúrulega hugtakið nýsköpun oft svona vítt og dálítið vítt þegar við erum að tala til dæmis atvinnumál fólks með skerta starfsgetu. Við tölum nýsköpun í útfærslu á þjónustu, útfærslu á stuðningi og aðstoð, nýsköpun sem beinlínis það að skapa eitthvað nýtt verkefni, framleiðslu eða þjónustu, þannig að nýsköpun getur auðvitað komið inn á marga vegu, en það sem er sérlega mikilvægt í okkar vinnu og hjá okkar ráðgjöfum og vinnumiðlurum, það auðvitað samstarf og samráð við þjónustu og tengsla aðila atvinnuleitandans eftir því sem við á og atvinnuleitandinn óskar. Og það geta verið
þjónustuaðilar eða stuðningsaðilar einhvers staðar úti í samfélaginu, það getur auðvitað verið fjölskylda í mörgum tilvikum og svo framvegis. Þannig að það er þetta samtal en allt þarf það jú að vera á forsendum þess sem er að sækja um. Við erum að aðstoða atvinnuleitandann við að finna vinnu út á vinnumarkanum, komast í launaða vinnu. Og eitt af því sem að brennur mjög á okkur núna í Vinnumálastofnun vegna þess að við þessa breytingu síðustu áramót fyrir 8 mánuðum, ég þarf stöðugt að minna mig á það vegna þess að maður vill auðvitað sjá hlutina gerast hratt. Það er margt í þessum málaflokki sem hefur verið á bið árum saman og nú eru þessi mál, ábyrgðin á þessum málum komin að mestu leyti á eina hendi á einn stað á landinu, þannig við eigum að geta haft yfirsýn yfir stöðuna, við eigum að geta blásið, við eigum að geta spýtt svolítið í lófa með að móta þjónustuna sem við viljum veita og stuðninginn, tala við atvinnulífið, hvort sem að það opinberi vinnuveitendur eða út á almennum vinnumarkaði, frjálsum fyrirtækjum, að skapa svona hugarfarsbreytingu, opna gluggana aðeins og lofta út og það rosalega vinna að fara í það núna, það mikil vinna að gera það og þó að maður sé kannski, eigi ekki ennþá að vera að tala hrunið og kreppuna, þá vitum við alveg það var mikil breyting á vinnumarkaði þá. Það fækkaði verulega störfum. Það dróust saman möguleikar, það fór út hlutastörf, skilsmanni og sveigjanleikin og svona. Nú allt í blóma, atvinnuleysi komið eða undir 2% á landinu, verið að flytja inn hundruði manna og kvenna frá öðrum löndum til að vinna hin ýmsu störf. Þau eru að vísu kannski svolítið einhæf í svona framkvæmd og byggingaiðnaði og svo í ferðaþjónustu, en það breytir ekki því að ef það ekki í lag núna, þá veit ég bara ekki hvenær það Það þarf bara dálítið öfluga hugarfarsbreytingu og það annað sem það líka, það þarf samtal á milli okkar og ykkar og fulltrúa atvinnulífs. Við þurfum að nýta okkur að við búum í litlu landi. Við getum, vil náða í ráðherrann bara, kannski hringt í hann eða tala við hann í búðinni. Við getum náði í forstöðumenn hinna ýmsu fyrirtækja, stofnana, samtaka, án mikilla fyrirhafnar. Við erum að fá toppa í hinu og þessu í kerfinu á fundi til að tala við okkur hinn ýmsu mál. Í mínum huga þá snýst þetta svolítið það að við erum að ræða þetta á svo mörgum stöðum af því að við erum bara 330.000 á Íslandi. Við erum að ræða þetta á mörgum stöðum. Ég ekki með lausn á þessu. Ég varpa þessu bara fram vegna þess að þetta svona pæling sem að við erum mikið í Vinnumálastofnun. Hvernig náum við samtali og samráði til þess að auka tækifæri fólks með skerta starfsgetu úti á vinnumarkaði. Af því að það og það, ég held að Silvían eða ég man ekki alveg hver ykkar ágætu ræðumenn áðan nefndu verkefnið Virkjum hæfileikana sem að var í gangi á árinu 2014 til 2015 sem fólst í því að kynna það hversu mikill ónýttur starfskraftur lægi hjá fólki með skerta starfsgetu, kynna fyrir atvinnulífinu, það að segja hinu opinbera, fulltrúum ríkis og sveitafélaga. Þetta við þurfum að halda áfram með þetta verkefni, það ekki búið. Við erum áfram að vinna að því að nýta hæfileikana. Þannig að það okkar verkefni núna. Nú ég mér hleypur svo mikið kapp í kinn að ég hef gleymt alveg að fylgja glærunum, en það kannski bættur skaði því að þær eru svolítið svona kerfislegar, eða þið vitið. Fjölbreyttar þarfir, það var talað áðan að það væri breiður hópur fólks, fólk með skerta starfsgetu, það ekki bara einhverjir 3 flokkar af fólki. Það mjög breytilegar þarfir og breiður hópur og það vitið þið sem hér eru. Og þess vegna höfum við lagt mikla áherslu á þetta að annars vegar gefa fyrstu upphafinu af okkar þjónustu, fyrsta viðtali og öðru eða hvað það þegar við erum að ræða saman, gefa því gott vægi þannig að við vitum hvað við eigum að fara að gera
og svo hins vegar að við séum með fjölbreyttar aðferðir til að aðstoða fólk. Sumir sem koma til okkar og vilja þjónustu vegna skertrar starfsgetu, þeir þurfa einungis að fá aðstoð og einungis, það náttúrulega, ef maður kemur til Vinnumálastofnunar til að fá aðstoð vegna skertrar starfsgetu, þá það auðvitað ekkert einungis, þá það bara mjög brýnt mál fyrir manneskuna sem kemur og fyrir samfélagi sem við búum í. Og sumir þurfa að fá þetta aðstoð við að sækja hvatningu, umræðum hvert get ég leitað, aðstoð við að tala við atvinnurekandann, finna staði, skilgreina starfið, á meðan að aðrir þurfa stuðning inn í starfið í ótímabundin, ótakmarkaðan tíma. Það að segja, hvort sem að það felst í því að starfsþjálfi eða job coach, stuðningsaðilinn, atvinnuráðgjafinn eða hvað við köllum það, hvort sem að hann kemur reglulega á vinnustæðin til þess að aðstoða, styðja við, hvetja og vera svona til ráðgjafar og við starfsmann með skerta starfsgetu og atvinnurekanda, eða hvort að það haft samband í síma einu sinni í mánuði, eða hvort að við höfum bara svona, við getum kallað það öryggislínu, að ef að ég í vinnu einhvers staðar og ég fekk aðstoð hjá ráðgjafa Vinnumálastofnunar að ég geti haft samband. Ef að ég þarf á því að halda, atvinnurekandinn og ég og Vinnumálastofnun séum búin að gera með okkur eitthvað samkomulag það hvað í boði. En þetta nú svona það sem að við viljum gera og teljum okkur eiga að gera og síðan eru mismunandi leiðir við að framkvæma það. Ein af þeim aðferðum sem að þið ábyggilega þekkið hér öll, það AMS, atvinnum með stuðningi, supported employment, sem að hefur verið aðalega, ef við horfum yfir landi, þá það fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og á Akureyri, sem að þessi þjónusta hefur verið veitt með svona skipulögðum hætti. Þetta aðferð sem að við viljum þróa, við viljum efla hana og við viljum líka þróa aðrar aðferðir. Annarkvort tengdar AMS eins og til dæmis IPS, einstaklingsbundinn persónulegur stuðningur í starf. Það aðferð sem að þróast út úr supported employment. Við viljum hugsanlega taka upp þá leið. Við þurfum bara að eiga samtal við þá sem ætla að nota þjónustuna og aðra sem ætla að vinna með okkur til þess að ákveða hvaða svona leiðir viljum við helst fókusera á til að koma að sem mestu gagni þar sem við erum að gera. Nú, það eru ýmis verkefni sem að við erum að vinna tengt yfirfærslunni og að því nefndi áðan að við erum búin að hafa ábyrgð á verkefninu í 8 mánuði þó svo að Vinnumálastofnun hafi sinnt atvinnumálum fólks með skerta starfsgetu mun lengur á einn eða annan hátt. En við erum að svona kortleggja, skipuleggja, átt okkur á umfanginu, átt okkur á því hvernig þjónustan liggur svona yfir landið, hver þörfin, hvers væntum við á allra næstu árum, hvaða aðila þurfum við að hafa samstarf við þessa uppbyggingu, hvernig á að byggja upp til dæmis, svona eins og starfsþjálfun, hún getur farið fram á vinnustaðnum sem á að fara á, hún getur þurft í einhverjum tilvikum að fara fram á einhverjum sérstökum stað, ég meina hvað að gerast á vernduðum vinnustöðum, hvernig sjáum við þá þróast og Vinnumálastofnun vill gjarnan koma að samtali uppbyggingu allrar hæfingar og vinnutengdrar þjónustu við fólk með skerta starfsgetu, hvort sem hún á okkar ábyrgð eins og verndaði vinnustaðar hjá sveitarfélögum eða ekki. Af því að þetta jú samfella og fólk þarf að geta flætt meira á milli heldur en það núna Og við höfum svona rætt það að við vildum gjarnan sjá nýja leiðir í þróun á vernduðum vinnustöðum og hæfingarstöðvum. Það svona kannski með við stöðuna í dag, svona fjármagn sem rennur inn í velferðarkerfi, þá sér maður ekki fyrir sér að það verði byggð mjög mörg hús út allt land sem eiga að hýsa verndaða vinnustöði.
en það kannski ekki endilega það sem að allir vilja. Þannig að þá það þetta hvernig við getum fært verndaða vinnu út á almenna vinnumarkaðinn í tengslum við verndaða vinnustæðin. Og þá þurfum við Vinnumálastofnun að ræða við sveitarfélögin því þau reka verndaða vinnustæði og myndi þá hugsanlega senda sinn starfsmann af stað og svo kemum við og tækjum við. Það að segja í AMS eða hvaða aðferð sem við værum að nota. Þannig þarna rosa mikilvægt held ég að ræða saman og mikil sóknarfæri, svo við notum það, í þessu. Síðan annað, mér langar að segja ykkur frá verkefni að því ég held að það hefði líka verið komið inn á áðan að Vinnumálastofnun fékk 7 milljón króna styrk, það kom í fjölmiðlum í sumar, í gegnum framkvæmdaáætlun fatlaðra, þess að gömlu sem sagt, nýja hefur ekki verið samþykkt ennþá. Þar sem að styrkurinn í tilraunaverkefni sem standi til 1 árs og byggi á því að búa til fræðsluefni og kynningarefni fyrir fyrirtæki þar sem að við erum að þetta í rauninni næsta skref eftir virkjum hæfileikana. Fræðsla þetta vinnuafl sem að til hér á landi og vill fá að taka þátt í atvinnulífinu. Þjálfun starfsþjálfa inn á vinnustað af því að við þurfum að finna fleiri leiðir þegar við erum ekki með næga mannafla til þess að aðstoða fólk. Það vilja heldur ekki allir fá aðstoð utanfrá inn í vinnuna sína. Þeir vilja hafa aðstoðinu kannski bara inn á vinnustaðnum, mentor eða hvað við köllum það. Og síðan fókusinn á þessu verkefni, hann samkvæmt skilgreiningu, ráðuneytið auðvitað velur út hvaða vill fókusera á þarna og við erum mjög ánægð með það því að þetta mikilvægur hópur, ungt fólk með fötlun eða fötlun flestir eða skerta starfsgetu sem að útskrifast af starfsbrautum framhaldsskólanna og úr diplómanáminu í Háskóla Íslands. Þarna byrjum við, en vonir okkar þær að afurðin verði síðan eitthvað sem nýtist öllum sem að fara út á almenna vinnumarkaðinn. Þetta verði til einhver svona markviss vinna og tæki sem við getum notað. Byggja brú úr námi í vinnu var talað en síðan þessi glæra. Þetta stóra mál sem að okkur finnst brenna á okkur núna og okkur finnst nauðsynlegt að eiga samtal við hagsmunasamtök og þá sem veita þjónustustuðning og notendur þjónustunnar eða notendur þjónustu, ég meina, fólk sem langar að vinna og þarf stuðning. Ég veit ekki alveg hvort maður á að kalla það þjónustunotendur endilega. Þetta bara fólk sem langar að vinna og við viljum styðja það. Að það þetta fræðslukynning til atvinnurekenda og samfélags. Það mjög mikilvægt og þar verðum við að standa saman. Það þýðir ekkert að við sem að vinna í mörgum hornum. Fjölbreyttari tækifæri til starfsþjálfunar og starfskynninga og starfsprufa og allt þetta. Aukin fjölbreytni og fjölgun starfstækifæra með fjölgun hlutastarfa, sveigjanlegum vinnutíma og svo framvegis eins og hefur nú komið hérna fram. Og nýsköpun, ekki bara á sviði verndara vinnu, heldur almennt vinnu og þess vegna fannst mér þetta mjög mikilvægt að við tökum það sem að rættar fyrir kaffið með frumkvöðlastarf og nýsköpun, nýja leiðir fyrir fólk, hugsanlega einhverjir getur orðið sérstakir styrkir og aðstoð fyrir fólk með skerta starfsgetu sem vil skapa sér ný tækifæri. Og mér heyrðist á forstöðumanni nýsköpunarmiðstöðvar að þar stæði ekki á vilja og það fannst mér mjög ánægjulegt að heyra vegna þess að það auðvitað, þar byrjum við. Nú, þá í rauninni eitt sem ég langar aðeins að segja ykkur í lokin, svona praktískt. Af því að Vinnumálastofnun tók líka síðustu áramót við hlutverki Tryggingastofnunar varðandi afgreiðslu vinnusamninga öryrkja. Og það verkefni bara afmarkað verkefni, það að segja að taka við umsóknum vinnusamning frá þegar einstaklingur komið vinnu
og samþykki að synja og síðan að sjá greiðslurnar. Þannig að ábyrgð og umsjón færðist til Vinnumálastofnunar og vinnusamningar eru endurgreiðslusamningar og það eru í gildi einhverjir 860 samningar núna hjá eitthvað innan við 400 fyrirtækjum á landinu og lang flestir eru í hlutastarfi, mjög margir nota þessa samninga í upphafi til að komast inn í starfið og sýna fram á að þeir geti og sumir vilja ekki nota það og það bara þannig, það er allur gangur á því. En það er tvennt sem ég langar að nefna sem að hefur breyst frá því að við tókum við þessu, frá því að Tryggingastofnun hafi þetta og það er annars vegar það að það er hægt að gera samning þó að þú sért bara að vinna 2 eða 3 klukkutíma á viku. Það var lágmark 8 tímar minni mig eða 4 á viku sem að þú þurftir að vinna. Það er ekkert lágmark beinlínis vegna þess að þetta er ju hugsað til að koma fólki af stað og hitt er það að sami einstaklingur getur hugsanlega unnið á 2 vinnustöðum og fengi vinnusamning á báðum. Það er að segja hann fær kannski 4 tíma á einum vinnustað og 4 á öðrum og það þýðir þá bara heill dagur hjá honum í vinnu. Þó að sé sikkur atvinnurekandinn að þá er hægt að sækja vinnusamning á báðum stöðum. En auðvitað er hámarki 100%, segir sig náttúrulega sjálft. En það er eitt og annað, sko það er í smíðum reglugerðin, hún er bara á lokametrónum og það er svona spurning hvort það verði hvort er hægt eitthvað að þróa vinnusamningana sem tæki ennþá frekar. En þetta er nú svona það sem að okkur á Vinnumálastofnun langaði til að koma á framfæri hér á þessum fundi og ég get því miður ekki verið í pallborðinu en hún Bryndís Theódórsdóttir sem er búin að vera í alle år, eins og maður segir, í þessum bransa, atvinnumál fyrir fólk með skerta starfsgetu, hún ætlar að taka það fyrir okkar hönd. Takk fyrir. Já, við þökkum Ragnheiði fyrir. Og næst á dagskrá eru 2 konur sem ætla að koma hér upp. Það er reynslusögur á atvinnulífinu, Guðmunda Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri og Kristjana Þórey Ólafsdóttir, sölumaður. Eru þær ekki á staðnum eða? Þið eru alveg þarna. Gjörðu svo vel, þið eigið pallinn. Voruð þið með glærur eða? Nei. Þá er þetta bara að setja þetta bara hér upp. Ég get ekki máli. Bara láta þetta vera að skjána, sko. Gjörðu sæl. Komið sæl. Guðmunda heiti ég, Ólafsdóttir, og starfa sem framkvæmdastjóri Dagsólar e.h.f. En Dagsól rekur verslunina Next í Kringlunni og er ég nýtekin við þessu starfi eða frá 1. júlí síðastliðinn og er ekki komin mikil reynsla á mig innan fyrirtækisins eða þannig. En þó svo ég hef verið stutt hef ég getað kynnt mér málin hjá fyrrum framkvæmdastjóra og einnig starfsmanni félagi heyrnarlausra. En við erum í samstarfi við þau. Og sú reynsla sem að ég hef fengið afspyrnir af er bara mjög góð og til að mynda fékk Dagsól viðurkenningu frá árið 2012 frá félagi heyrnarlausra fyrir framúrskarandi fyrirtækja. Við erum með 5 einstaklinga í starfi hjá okkur í dag sem eiga við heyrnarleysi eða heyrnarskerðingu að glíma. 4 af þeim eru í 100% starfi og 1 í hlutastarfi sem að geri 22% af heildarstöðugildum Dagsólar. Og hafa starfsmenn með skerta starfsgetu unni hjá Dagsól allavega frá árinu 2011, það er best sem ég veit. En hjá okkur er starfsmannastefnan svo að hafa sem mestan fjölbreytileika bæði í aldri og persónum. Þegar við erum fyrirtæki sem viljum helst geta endurspegla á vissan hátt þjóðfélagið og þá viðskiptavini sem að koma inn í verslunina til okkar. Og við teljum að
með þessu erum við með bætta ímynd fyrirtækisins að hafa fjölbreyttan starfsmannahóp. Einsleitur hópur sjaldan að því góða. Svo ég vitni í auglýsingu VR, eru allir eins á þínu vinnustað. Það veit yfirleitt almennt ekki á gott eða hvað, allir séu eins. En mér sjálfri, svo ég tali nú aðeins út frá sjálfri mér, ekki bara fyrirtækinu, þá finnst mér þetta mjög spennandi umhverfi sem ég komin inn í, að hafa svona fjölbreyttan hóp í kringum mig og allir þeir einstaklingar sem eru starfi hjá okkur í dag eiga mjög auðvelt með að mér finnst að tjá sig, taka við skilaboðum og koma skilaboðum til mín. Og ég tel það líka að öllum sé hollt að þurfa að hugsa út fyrir rammann sinn og víkka sjóndeildarhringinn og læra að við erum ekki öll eins og það allt í lagi. Og þess vegna myndi ég mæla hiklaust með þessari starfsmannastefnu við önnur fyrirtæki. Með þessu móti finnst mér að allir styrkjast og læra á einhvern hátt. Það eru svo rosalega mörg tækifæri sem skapast ef við bara opnum aðeins hugan og augun og horfum í kringum okkur. En svo erum við líka hjá Dagsól að fá einstakling tilbaka úr veikindum og það er okkur mikið mun að hún finni sig sem best hjá okkur aftur og getur komið inn á sínum hraða og henni líði vel með það. Ég vil persónulega að allir geti fengið tækifæri við sitt hæfi í atvinnulífinu því það er okkur til heilla sem samfélag. Ég ætlaði ekki að vera mjög langorð þannig að ég bara vil þakka eindregið alveg virkilega fyrir að fá tækifæri til að tala hér í dag. Mjög áhugavert. Kristjana. Nei. Komið þið sæl, kæru gestir. Ég að stíga núna í fyrsta skipti í pontu, svona náttúrulega, þannig að ég er pínulítið nervus, en gerði allt og mörg bröð í gær í tölvunni því ég fór að reyna að láta hjarta fara á blað. Ég ætla ekki að lesa það allt upp fyrir ykkur, en ég ætla svona að segja ykkur örlítið frá minni sögu. Ég heiti Kristjana Þórey Ólafsdóttir og ég er 49 ára og starfa hjá tískuvöruversluninni Next í Kringlunni. Ég byrjaði að vinna í október 2014, var þar í tæp 3 ár. Þá brást heilsan mér og það vill að ég var frá í 1,5 ár. Í þann tíma fór ég í endurhæfingu, skoða sjálfa mig og reyna að finna einhverja leið til að komast aftur inn á vinnumarkaðinn. Ég var alls ekki bjartsýn til að byrja með því að þetta tók mig bara gjörsamlega frá. Og þegar ég var komin á þann stað í bataferlinu að ég var fann að hugsa það að koma aftur til starfa, fannst mér bara það sem ég hafði fram að bjóða allt of lítið. Ég gat ekki fara að mæta 20% í vinnuna eða 30%. Og eiginlega var það betra að vinna ekki heldur en fara svona lítið. Það fylgdi svo margar spurningar og ég gat alltaf staðið og haft mig til og brosað og er með mikið umburðarlyndi og líkar mjög vel við fólk, en það elska ég vinnuna mína og elska að gera það sem ég er að gera, sem eru forréttindi út af fyrir sig. En þegar þetta kom allt á mig, þá var það mjög mikið áfall að ég bara gæti hreinlega ekki unnið. Það sást ekkert utan á mér. Margir klóruðu sér í haustum, af hverju ég væri ekki að vinna, hvað ætlar ekki að fara að vinna stelpa, ætlar bara að hanga heima. Og það er eitthvað sem að bara getur brotið mann enda meira, að hafa ekki beint skilning af því að þú reynir að vera með og að mæta og vera til, en þú treystir þér ennþá ekki vinnuna. Mér fannst líka, þótt ég ætli nú ekki að vera hérna bara á væla endalaust, en þá var ég beðin að segja aðeins frá mínu og í mitt hjarta þá þarf aðeins að fylgja með að brotið kom og hvernig er að fara upp aftur, að ég fengi mikil skilning frá mínum vinnuveitanda. Hann var alltaf á kantinum í vinnusambandi. Það var ég sem átti erfitt með að hafa samband við hana því mér fannst ég aldrei hafa neitt fram að bjóða, nema svo lítið.
Og ef ég mætti þá þekkti ég sjálf mig það vel að ég veit ég myndi bæta á mig, vinna meira og gera meira og henda mér aftur í sama pollin. En það kom að því að ég hugsaði, einhvern tímann yrði ég að pröfa. En ég var mjög hrædd við að pröfa að fara aftur í vinnuna af því að ég var svo hrædd að þurfa að bakka aftur. Og það var eitthvað sem mér leið að væri ómögulegt. Ég væri dálítið svona þriðja flokks að geta hreinlega ekki unnið því ég hef alltaf getað það. En það er sjálfsögðu bara hvernig mér leið. Það er ekki þannig. Í dag er ég 50% starfshlutfalli miðað við að vinnudagurinn sé 8 klukkustundir. Þá vinn ég eiginlega 4. Þegar ég kem heim eftir vinnu, þá er mælirinn minn alveg orðinn jafnfullur miðað við að stunda vinnu sína eins og hjá 100% heilbrigðum einstaklingi sem klárar sína. Ég er búin með minn dag miðað við mína forsendur, hef ég lagt mig jafn mikið fram af minni samviskusemi og öllu eins og manneskja sem stundar 100% vinnu og er heilbrigð eins og ég hef upplifað líka. Ég hef ákveðið að taka þá ákvörðun að það sé mín 100% vinna er 50% starfshlutfall í dag. Ég stefna á að koma meira inn, ég veit ekki ennþá hvernig það gengur. Að vera í endurhæfingu með vinnu er heilmikið, að vera í endurhæfingu út af fyrir sig er 200% vinna. Ég hef aldrei þurft að mæta svona mikið, gera svona mikið, æfa mig svona mikið, farið fram og ég skilaði inn þessu, ég skilaði inn hinu, ég þurfti að hugleiða, ég þurfti að mæta við í ræktina. Ef ég mætti ekki og fór að dala eitthvað aðeins til þessu var erfitt, þá fóru bæturnar eða hjálp minn frá. Þannig að vera í endurhæfingu og koma aftur inn í starf er helmingi erfiðara heldur en að vera í 100% starfi. Það tekur á. En nú er ég eflaust komin töluvert af leið, það er svona þegar hjarta ræður för. En ég, eins og ég segi, mætti miklum skilningi hjá mínum yfirmanni af því hún veit að ég er að gera 100% það sem ég get og stefna á að gera meira ef að ég er heppin. Og meðan ætla ég að hafa það að ég er að gera eins og ég sé 100% starfi þótt tímanir á bakvið séu ekki eins margir. Vinna þannig að ég kem heim og þá á ég smá hjarta eftir til þess að sinna fjölskyldunum minni, áhugamálunum og vera hans til með bros á vör. Í staðan fyrir að vera að bæta með vinnu af því ég vil náttúrulega láta sjá ég sé nú duglega að mæta í vinnun og ég geti nú alveg bætti með klukkutíma. En á móti því þá fer þessi hjartatími sem er fjölskylda, vinur og áhugamál. Þannig að ég er búin að finna þessi mörk þar sem ég er sátt og veit ég er búin að skila mínu en ég á líka hjarta eins og þið hinn til þess að sinna orkuna til að sinna áfram í lífinu. Við erum að vinna í Next þá eins og hún var að segja, hún er búin að gleyma hvað hún heitir í svo stressur, hún Guðmunda, með fólki frá félagi heyrnarlausra og það samstarf hefur gengið vel að mínu mati. Mér líkar vel við fólk, sama hvaðan það er eða hvaðan það kemur og sama hvernig saga liggur á bakvið. Ég þarf stundum að æfa mig því að þau tjá sig í táknmáli. Það er ekki eitthvað sem ég get auðveldlega en ég þarf stundum að tjá mig mjög mikið þannig að ég hef tekið mig á og reynt að læra eitt og eitt. Og það er eitthvað sem er skemmtilegt að stíga út fyrir þægindaramman og vinna með fólki sem er takmarkar en þú. En ég líka að kenna öðrum að ég er takmarkuð á annan máta og er að biðja um skilning á móti. Já, ég vil meina það að mitt 100% starf í mínum huga eins og ég sé mig, ég er í 100% á meðan ég er að gera eins og ég get, sé allt öðruvísi en næstamanns 100%, sérstaklega því við vitum ekki söguna bakvið. En að koma aftur til starfa, þá fóru hlutirnir margir að ganga miklu betur. Ég byrjaði sem 30% starfsmaður. Það fannst mér alveg svakalegt að segja frá, ég væri bara 30% starfsmaður. En lét mig hafa það og hlustaði að fá fólk í kringum mig og fara ekki of hratt. Ég hélt áfram, fór upp í 40%, hélt síðan áfram upp í 50% og er nú að undirbúa skrefið mitt eiginlega upp í 60%, miðað við allt gangi upp sem ég er að gera.
en samt sátt. Ef það verður ekki meira þá ég að gera mitt besta. Mér finnst fólk með skerta starfsgetu oft mæta leiðendum og það svo erfitt að sjá í gegnum manneskuna hvað hún hefur gengið í gegnum, hvað hún að kljást við. Það svo auðvelt að klæða sig upp, brosa en mér finnst það pínulítið erfitt eftir sem duglegur að reyna að mæta, standa sig, þá verður pressa stundum mér, akkur ertu þó ekki meiri vinnu, fyrst það allt í lagi með þig. Ég svo heppin og mikil forréttindi á Bjössi, ég fæddist ekki fötluð, ég varð ekki ung öryrki, en lífið eins og bara við marga, hendi stundum á mann fullt af sprengjum og það það sem tók heilsuna mína tilbaka. En ég ætla að standa upp úr henni eins og ég get og að hafa svona góðan vinnuveitenda sem ýtir aldrei á mig. Það bara gulls í gildi. Ég get aldrei sagt það nógu oft og ég mjög þakklátt fyrir það. En endilega þið megi spyrja mig einhverjar spurningar eða eitthvað sem ég gleyma að segja frá eða henda á mig núna ef þið viljið. Já. Takk okkur kærlega fyrir. Já, við þökkum Kristjönu kærlega fyrir og hún þarf ekki að skamma sig fyrir fyrstu framsöguna, hún stóð sig frábærlega. Næst ætlum við að hafa pallborðsumræður og ég ætla að biðja þá sem tóku hér þátt og staðgengil Ragnheiðar, það ekki ungi hérna ekki þar? Eða komið hérna upp og okkur vantar eitt stól, getur einhver reddað einu stól? Já, þetta líkar að vanlega. Gjörðu svo. Já, endilega. Vantar ekki einhvern eða? Hvað sér það? Ok. Það þessi takki? Ok. Já, hér við komin upp þeir sem áttu framsögu hérna á fundinum og ég treysti því að þeir sem eru hér í salnum hafi punktað hjá okkur einhverjar spurningar, annars vegar þá til allra eða einstakra ræðumanna. Einhver sem vill byrja? Ok, ég var að byrja hérna, nú sé ég, já, gjörðu svo vel. Já, byrja. Má ég koma upp í tónlist? Endilega, gjörðu svo vel. Ég sé það ekki, það hefði Já, komið sæl. Ég heiti Sigríður Jónsdóttir. Það alltaf þungskref fyrir mig að koma hingað upp í dag. Ég ætla samt að fara gegnum þau. Ég viðskiptafræðingur og ég mjög mikið menntuð í tónlist, hef starfað við kennslu og í mikilli ábyrgðarstöðu hjá Kauphöll Íslands. Ég hef starfað við fjölmiðil og hef bara mjög víðtæka reynslu af því að upplýsa og fræða og
Mér langar svo til þess að taka þessa umræðu hérna vegna þess að það brennur á mér. Og Halldór, hann talaði það hérna strax í upphafi þessar ofurmanna auglýsingar sem að birtast í blöðunum. En þannig að ég sótti starf hjá Öryrkjabandalaginu í sumar, þar sem var óskað eftir starfsmanni sem samskiptastjóra og það var auglýst nákvæmlega með þessum ofurmanna hætti og Hávangur sá ferlið. Ég ger ekki ráð fyrir öðru en að stjórn Öryrkjabandalagsins hafi samþykkt auglýsinguna fyrir þetta starf. En í þessu starfi samskiptastjóra var ekki minnst einu orði á þekkingu á málefni fatlaðs fólks. Hvað þá þekkingu til dæmis á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks eða nokkra reynslu sem tengdi við fatlað fólk. Sigríður, þetta var nú eiginlega hugsað fyrir fyrirspurnir til... Ég er með fyrirspurnir. Mér langar svo til þess að þetta komi fram að fulltrúi Hávangs sem átti að meta hæfi einstaklingan og tryggja faglega ráðningu hafði ekki minnstu hugmynd nokkuð sem tengdist fötluðu fólki og málefni þess, hvað þá samningi Sameinuðu þjóðanna eða nokkru öðru. Og það sem að mér fannst svo undarlegt var það að fatlað fólk var hvatt til þess að sækja starfið. Þú er eiginlega komið með spurningarna sem að Ég geri það. Endilega. Ég geri það. Ég spyr á hvaða forsendum var það gert. Ég spyr á hvaða forsendum verið að auglýsa eftir fötluðu fólki í starf. Að hvetja það til að sækja starf. Ef þekking þess, sérþekking þess og reynsla einskis metin. Og ég verð að segja það að gangandi í gegnum þetta ferli, þá finnst mér að þeim fötluðu einstaklingum sem sóttu starfið hafi verið gróflega misboðið. Mér langar til að spyrja Öryrkjabandalagið líka. Hvernig samningur Sameinuðu þjóðanna og markmið hans eru innleidd inn í starfsmannastefnu Öryrkjabandalagsins og hvernig verkferlar og stefna stjórnar og stjórnenda Öryrkjabandalagsins miðuð út frá þeim markmiðum. Og ég kalla eftir heiðarlegri umræðu hér innan Öryrkjabandalagsins þessi atriði, því að það eru atriðin sem við þurfum að ræða á víðum grundvelli í öllu samfélaginu sem snerta að fordómum gagnvart fötluðu fólki og að fötluðu fólki sé ekki treyst til ábyrgðarstarfa. Vinsamlegast. Segjum þetta gott. Fleiri fyrirspurnir til pallborðs aðila. Takk fyrir að hlusta. Takk. Já, ég heiti Marja Hauksdóttir. Mig langar að varpa spurningu fram til Vinnumálastofnunar. Það kom fram í erindi Guðrúnar að ríkissjóður hafi veitt 30 milljónum til frumkvöðlastarfa. En það voru aðeins veittar 5, þannig að það hljóta að liggja eftir 25 milljónir. Mér langar að spyrja, hvað varðum þessar 25 milljónir? Getum við sótt það núna? Takk fyrir. Frábær spurning. Ég vildi vissi hvar þessar 25 milljónir væru. Ég held því miður, eins og framkvæmdaáætlunin leit út á árinu 2012-2014 með öllum þessum liðum og meðal annars þessum B4-lið, að fjármagni hafa ekki fyllt eins og átt að gera, eins og oft gerist þegar verða að búa til áætlanir. Þannig að því miður get ég ekki svarað þessu. Og en eins og kom fram í erindinu að þá hafði forstjórinn svarað spurningunni, svarið var að 5 milljónir voru veittar í
verkefni hjá Hafnarfjarðarbæ, sérhæft verkefni. Þannig að, og hvort að það fengust 5 milljónir í gegnum hennar lið í staði fyrir 30 milljónir eða hvort það 25 eftir, ég bara því miður get ekki svarað því. Takk. Voru ekki einhverjum fleiri hérna, það segir sé ekki það? Ok, gjör það svo. Já, með spurningu til hérna Berglindar. Hvernig sér hún fyrir sér hvaða form sér hún fyrir sér á styrkveitingum til öryrkja? Gæti það verið, eins og Guðrún var að nefna, það væri ákveðið hlutfall af styrkveitingu ríkisins eða þyrfti að stofna sérstakan sjóð utan það? Og í öðru lagi, hvað kemur í veg fyrir það? Hvað kemur í veg fyrir það að þessi stofnun sem Verðlagsvinnu hjá geta sinnt öryrkjum með þeim hætti sem þeir þurfa? Það er að segja að fylla út umsóknir. Ok, fyrsta spurningin varðandi hvaða form væri á einhverjum sérstökum úrræðum eða styrkjum eða fjármögnun. Ég get náttúrulega bara talað fyrir mig það hvernig ég sé fyrir mér þessar stundu og svoleiðis hlutur geti litið út. Það eru opinbert fé lagt í styrkjasjóði, tækniþróunarsjóði á vegum ráðuneytanna. Ég sé helst fyrir mér að það þyrfti að leggja fyrir eða skilgreina einhverja ákveðna upphæð í sérstakan sjóð fyrir þessi verkefni. Ef að þið viljið, ef það er vilji hjá viðkomandi ráðuneytum, viðkomandi hagsmunasamtökum og aðilum að vinna þannig. Það er ekki, ég sé ekki fyrir mér að varðandi þá sjóði sem að nú eru samkeppnissjóðir á bara svona opnum markaði má segja, að það sé tekið frá fjármagn af þeim sjóðum sérstaklega fyrir ákveðna samfélagshópa. Það hefur alveg komið upp sú krafa til dæmis frá landsbyggðinni að ákveðin partur af sjóðum sé tekinn frá vegna landsbyggðarverkefna út af aðstöðu munar á höfuðborgarsvæði og landsbyggð og svo framvegis. Það má kannski segja að þetta sé sambærilegt á vissan hátt, en það hefur verið mjög rík andstaða gegn öllu slíku hjá öðrum aðilum í samfélaginu. Ekki síst frumkvöðlum sjálfum, rannsóknarstofnunum og fleirum. Svoleiðis að í fljótu bragði ímyndaði mér að það þyrfti einhvers konar sérstaka ákvörðun slíkan sjóð til þess að það yrði gert. Að öðru leyti þá eðli samkeppnissjóða er náttúrulega þannig að allir geta sótt og síðan eru hugmyndir metnara að verðleikum. Það má alveg segja það mat, það er reynt að staðla það og gera það eins hlutlaust og faglegt og mögulegt er að það kemur alltaf einhver huglegur þáttur inn í. Og það er auðvitað bara áhugavert að ræða það hvaða gildismat er í gangi við mat á slíkum verkefnum. Varðandi spurninguna það hvernig við framkvæmum okkar þjónustu. Við störfum samkvæmt lögum Nýsköpunarmiðstöð Íslands og hönnum okkar þjónustu innan þess ramma. Það er rík krafa á okkur að vera ekki að seilast inn á ráðgjafamarkað. Taka verkefni af fólki sem starfar við ráðgjöf bara hjá ráðgjafafyrirtækjum og er að veita þjónustu gegn gjaldi við það að vinna markaðsáætlanir, viðskiptaáætlanir, sérfræðingum hjá verkfræðistofum og svo framvegis. Okkar hlutverk er að hvetja, efla og styðja fólk til að vinna vinnuna sjálft.
og við höfum bara reynt að fylgja því eftir okkar svona bestu dómgreind. Og stundum göngum við lengra með fólki og ég meina það eru sumir sem fá miklu meiri þjónustu heldur en aðrir vegna þess að þeir sækja hana harðar og þeir koma oftar til okkar og þeir koma með vinna líka þá meira að sínum verkefnum og svona koma halda sem sagt bara sögunni lengur til streitu. Í raun og veru sé ég ekkert að því. Þegar ég var aðeins að hugsa þetta, mér finnst heldur kannski ekkert að því að við setjumst niður með hagsmunasamtökum með einhverjum aðilum innan þessara greina og ræðum það hvað við gætum gert sérstaklega fyrir þannig hóp, hvernig við gætum mætt honum. Til dæmis hef ég ekki hugmynd hvort það væru 400 manns sem myndu vilja þessa þjónustu eða 4. Ég bara veit það ekki. Og auðvitað kannski eru þá svona rísósarnir eða mannaflin eða aðstæðan sem við höfum mjög mismikil eftir því bara hreinlega hversu margir myndu vilja sækja þessa þjónustu. Takk fyrir. Árum við förum að, hvað sérum? Já, gjörðu svo vel. Hvað sérum? Varst þú undan? Ha? Ok, ef við ekki að láta Freyju fá mikrofóninn. Ég sá hana bara ekki hafa skikkt á hana hérna. Freyja, gjörðu svo vel. Já, mér langar bara til þess að svona kannski meira að vera með smá vangaveltur og kannski varpaði að pallborðinu byrjaði að bara þakka fyrir daginn og þakka sérstaklega bæði Kristjánu fyrir að koma og deila sinni reynslu. Ég eiginlega hefði frekar vilja hlusta á hana í allan dag af því að það er það sem við þurfum að hlusta á. Svo langar mér líka að þakka Sigríði sem situr hérna á hliðina á mig fyrir að fara upp og vera með smá andof af því það veitir ekki á því og krefst mikil hugrekki, svo ég er ekki viss að ég hefði þorað að segja það sem hún sagði hérna rétt á hvort sem einhverjum fannst óþægilegt þegar ekki, það er ekki aðalatriði. En mér langar svolítið svona kannski til að tala það sem ég sakna mjög mikið í þessari umræðu og ég er rosalega þreytt á sem fötluð kona er að það er stöður að tala um vinnu og atvinnumál og það að hafa bara lifibrauð og geta nýtt menntun sína, þekkingu og reynslu sem einhvers konar úrræði eða úrræðaleysi. Þetta eru mannréttindi og það er þannig þarf umræðan að vera. Það eru mannréttindi að hafa sömu tækifæri til atvinnu eins og ófatlað fólk og það er misrétti þegar það er ekki þannig sem þá lögbrot og við getum ekkert endalaust setið hérna og tala einhverjar tæknilegar útfærslur og úrræði, við þurfum að nálgast þetta viðfangsefni sem réttindamál. Og svo vil ég líka segja að ég líka var dálítið svona langþreytt á því að það er stöð áhersla að þjálfa okkur og hæfa okkur og gera okkur að hentuðum starfskraftum. En vandi liggur ekki þar. Fatlað fólk er ekki eðli sínu vanhæfara til að sinna hvaða starfi sem er. Heldur eitthvað vanhæfara en ófatlað fólk. Vinnumarkaðurinn hins vegar mjög vanhæfur til þess að höndla fjölbreytni og fagna því og kunna nýta sér hann raunverulega og skilja hvað þýðing hann hefur. Það snýst þetta. Þannig að ég sakna þess mjög mikið í dag að við séum ekki að ræða ableisma, fötluð misrétti á vinnumarkaði, þá fordóma sem við verðum fyrir. Það er þannig að ég seti vinnu í tapu og ég hlusta á fatlaðar konur velta fyrir sér hvort þær eigi að segja frá því að þær séu fatlaðar þegar þær sækja vinnu. Það er vandamálið. Við höfum að vera að tala um það og það er náttúrulega augljóst að eins og Sigga kom inn og það er augljóst að hagsmunasamtök fatlaðs fólks verða að ganga undan með góðu fordæmi og við verðum og aðrir líka bara stofnanir sem eru virtar í samfélaginu og þær verða að ganga undan með góðu fordæmi og ekki eitthvað til hún sé góð við greiðin og gefa okkur vinnu. Heldur til þess að sýna að við séum jafn hæft starfsfólk. Af því ég vil ekki vera ráðin að vinna því að það er svo gefandi að
hafa mig, því það svo fallegt fyrir eitthvað PR fyrir fyrirtæki. Heldur því að ég hæf og ég menntuð og ég góð í því sem ég að gera. Það held ég að gilda okkur öll. Þannig að ég myndi vilja sjá kannski aðrar ástæður sem fyrst sem fjallaði okkar reynslu og okkar réttindi og það misrætt sem við verðum fyrir og það áhrif sem það hefur á okkur andlega og fjárhagslega og félagslega og kannski hvað við sjálf viljum gera í því. Þar liggur svarið, það liggur ekki í tæknilegum lausnum sem búið að sýna kannski ekki að gera okkur sérstaklega greiða. Takk. Takk fyrir þetta. Nú sé ég svo illa hérna út í sal. Halldór sagði þessi verður upprétta hann. Já, Halldór, já, setjum hann svo. Já, setjum hann svo næstan þá. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Takk fyrir skemmtilega erindi. Ég heiti Sigurlín Margrét og ég menntuð í frumkvöðlafræðum með alþjóðlegt diplóma. Ég heyrnarlaus. Ég hef fengið aðstoð frá Nýsköpunarmiðstöð fyrir löngu síðan og fékk mikla aðstoð og ráðgjöf, vissulega líka. Nú, jæja. Það sem ég langar til að tala núna að ég sem sagt ákvað að koma hérna og sitja og nú get ég ekki hérna þaga lengur og setja það á mér. Nú verð ég að beina hérna að Vinnumálastofnun. Og á glærunum þar stóð óbúslega flott, hérna, það var óbúslega flott orðatæki þar sem stóð jöfn tækifæri, jöfn atvinnutækifæri og jöfn tækifæri að það hérna, en ég held að það sé alveg ljóst að við finnum það öll hérna að þetta ekki eitthvað sem að við upplifum og finnum. Til dæmis með vinnustaðasamninga öryrkja að hérna, sá samningur gefur mér ekki jöfn tækifæri á vinnumarkaðnum. Vinnustaðasamningurinn heldur okkur niðri í launum og hann leyfir ekki öryrkjum að vinna sig upp og fá launahækkanir eins og annað fólk. Ef til dæmis Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun vilja, þá alveg sjálfsagt að borga fyrirtækinu einhvern pening fyrir að ráða mig sem heyrnarlausan starfsmann og það kannski hvatning, en fyrirtæki þarf líka að ráða túlka og að því ef þetta á að vera á mínum forsendum og metið á mínum hæfileikum og minni menntun, þá þarf ég að hafa túlk með mér til þess að geta átt viðunandi samskipti, geta kallað fólk á fundi og verið yfir og þá líka á góðum launum. Nú, þetta eitthvað sem að ég myndi vilja breyta, en það virðist ekki vera vilji til þess og ég sé að það engin heyrnarlaus í pallborði, engin fatlaður, þarna engin í hjólastóli eða neitt annað og mér finnst þetta vera alltaf það sama. Ég kom fyrir held ég 2 eða 3 árum síðan á málþingaráðstefnu og þá var það einmitt það sama, nákvæmlega það sama sem var þá. Og það eins og þessi sett eins og var talað sjóðinn sem var talað áðan með 30 milljónirnar og það búið að nota 5 milljónir og 25 milljónir bara horfnar og ég hef til dæmis aldrei heyrt þennan sjóð. Þannig að við þurfum að fá að vera með og fatlaðir sjálfur og heyrnarlausir sjálfur, við þurfum að fá að vera með. Og ég alveg tilbúin til að koma til ráðgjafar og samvinnu ef þið viljið kalla á mig, það ekkert mál. Ef þið kallið á mig, já, það virðist alltaf vera að heyrnarlausir og svo einmitt öryrkjar, við fáum einhvern veginn alltaf botninn, við erum síðust kölluð til viðræðna. Og það allt í lagi að hafa fatlaða í forgang svona einu sinni. Og ég veit ekki hvort ég svo sem beint með spurningu þannig, en ég get ekki sagt spurningamerki þarna í lokin, en þetta allavega eitthvað til að hugsa. Takk fyrir þetta. Einhver í panelum sem veit bregðast við einhverja af þessu? Gjörðu svo vel. Bara kærar þakkir fyrir þetta innlegg, því að það margt þarna sem skiptir máli. Og eins sérstaklega í sambandi við vinnusamningu öryrkja sem þú komst inn á, sem ég held að það sé gríðarlega mikið atriði að það sé endurskoðað. Nú komu þessi vinnusamningar til Vinnumálastofnunar áramótin
og ég hef nú verið að gera þessa samninga og hef verið að setja minni þá og það þeir byggja á lögum almannatryggingar sem eru hjá Tryggingastofnun og þannig að það er þetta viðmið sem þú ert að tala um. Þannig að það er með það að einstaklingar sem eru á vinnusamningi geta ekki farið yfir 374.000 minni mig í launamánuði, annars falla greiðslur frá Tryggingastofnun niður og þar er lendi vinnusamningur öryrkja. Algjörlega sammálaðir. Þetta er mjög þetta er eitthvað lagabreyting og þetta er eitthvað sem ég veit reyndar að Halldór Sævar hefur haft sérstakann áhuga á og eins félag heyrnarlausra hefur verið að vinna og hefur sendt erindi til ráðuneytisins varðandi þetta. Ég held að þetta skiptir mjög miklu máli að skoða þetta og varðandi jöfn tækifæri þetta hárrétt og þetta er þetta samræmist ekki almenn launaþróun og þetta fylgir ekki því sem er að gerast á vinnumarkaði. Og þannig að þetta er mál sem þetta er að skoða og ég er því miður ekki lausnina en ég er algjörlega sammála við höfum rætt þetta mjög mikið, hvað er hægt að gera? Þannig að það er ekki hægt að hafa þannig að það sé ákveðin hópur fólks út á vinnumarkaði sem að tekur jafnvel ekki launahækkanir eins og ég hef heyrt að hafa gerst. Það taki ekki launahækkanir vegna þess að þá getur að falla af vinnusamningi. Þetta gengur auðvitað ekki. Þannig ég er algjörlega sammála og þetta með jöfn tækifæri, þetta er markmið að sjálfsögðu Vinnumálastofnunar að stuðla jöfnum tækifærum og eins og við vitum öll sem eru hérna inni að tækifærin er ekki jöfn. En við erum alltaf að vinna því og skiptir miklu máli að við séum að vinna miklu betur í samstarfi við hagsmunasamtökin og aðilar sem að hafa og ég held að það væri mjög áhugavert að vinna í samstarfi við þig sem hefur sérstaklega þessa frumkvöldamenntun og hefur þessa reynslu. Þannig að það væri mjög áhugavert að gera það. Takk. Fleiri panelum sem vilja bregðast í þessu öðru sem hefur komið fram? Guðrún Gjörsson. Já, kom sæl og þakkaði fyrir þinn málflutning. Ég er sjálf öryrki. Ég er í ME-félaginu. Ég er ein af þeim sem sést ekki utan á að er veik. En ég hef mjög litla starfsorku. Ég er jafnframt frumkvöðl, uppfinningamaður og ég hef ekki getu til að fylgja eftir nokkru af mínum uppfinningum. Ég hef komið einni áfram sem er lækninga með eyrnabólgu og það hefur verið gríðarlega vinna. Það er svo mikil vinna að það er kannski ég get jafnaði við að það er álíka samanburður eins og að einhver í lítilli hreyfingu ákveði að fara stunda gönguferðir eða jafnvel að ganga Esjuna en hann byrjaði á því að fara á Mount Everest eða K2. Þetta er það erfitt. En fyrir vikið þá hef ég náttúrulega gríðarlega reynslu og ég sem sagt hef reynslu úr reynsluheimi öryrkja í 20 ár og síðan kem ég úr reynsluheimi frumkvöðla og hef unnið með alþjóðasamtökum hugvitsmanna sem og sérstaklega í kvennasamtökum og kvennasamtök hugvitsmanna héldu til dæmis ráðstefnu hérna í Hörpunni ásamt öðru kvennasamtökum hugvitsmanna alþjóðavettvangi og mér finnst að mörgu leyti þegar ég er að kynna mér þennan málaflokk og byrja að vinna í þessari nefnd núna síðustu áramót að margt sem við þurftum að berjast fyrir í sambandi eða fyrir konur sem frumkvöðla fyrir rúmum 20 árum það er að mörgu leyti það sama og við þurfum núna að takast á við með fatlaða frumkvöðla. Þetta er í raun og veru, minnst þetta bara eiginlega alveg að sama brautryðjandi starf sem þarna þarf að fara fram. Takk fyrir. Takk. Einhver annar í pallborði? Halldór, þú baðst orðið. Já, komið sæl aftur. Ég get tekið undir það sem Freyja var að tala með mannréttindin og mér langar að benda hér bara á eitt atriði sem ég skil ekki sem hefur verið í umræðinu núna og var fyrir síðustu kosningar að allir flokkar ætluðu að afnema krónu á móti krónuskerðingu og það er bótaflokkur í almannatryggingakerfinu núna sem heitir sérstök framfærsluuppbót sem heftar fólk sem er komið 45 ára eldra og verður öryrkjar að fara út á vinnumarkaðinn.
Þetta fólk kannski með bótaflokkin í 40.000 krónum, þannig að fyrstu 40.000 krónuna sem vinnur fyrir, þá skerðast bæturnar bara krónu á móti krónu. Og hvaða aðili sætti sig við það að fara út á vinnumarkað, sem heilbrigðir eða með skerta vinnugetu, að þurfa að vinna x marga klukkutíma á þess að fá krónu fyrir það. Það hreinsast bara út þetta hjá Tryggingastofnun. Þetta og ég skil ekki alveg þetta kerfisvandi sem svo auðvelt að leysa, því að viðkomandi fer út á vinnumarkaðan og vinnur sér 100.000 krónur, þá er hann búinn að borga þessar 40.000 krónur í skottum. Og þannig að ríkið ekkert að í raun að græða á þessu, það myndi freka bara auka tækifæri fatlara með því að breyta þessu. Þetta bara mjög erfitt að fá stjórnmálamenn til þess að sjá. En þannig að ég alveg sammála því að við eigum að tala mannréttindin okkar og ég vil langar bara að koma með komment áður en kemur eina spurningu til Bryndísar með vinnusamningana, að það hefur verið vandamál það að þá hafi verið reynt að steypa okkur í öll sama mótið, one size fit all. Við höfum bent á það lengi, Öryrkjabandalagið og fullt af félögum fatlara, að samningarnir þurfa að vera með, vinnusamningarnir þurfa að vera fleiri útfærslur. Eftir hvað, til dæmis í mínu tilfelli, að ég get mætti vinnunni 40 klukkutíma, mér vantar kannski, og get skila ágætt og afkastum, en mér vantar kannski stuðning við lestur og gögnum sem ekki aðgengileg. Eða stuðning til þess að komast á milli staða, þá hefur ég viljað sjá vinnusamningin taka á því heldur en að láta vinnuveitandann niðurgreiða eða ríkið niðurgreiði launin mín. En Bryndís, mér langaði að vita hvort þú sért með í kollinum einhverjum svona tölur, bara örstutt varðandi hvað eru margir á biðlista til dæmis eða eru í virkri atvinnuleit hjá ykkur, fólks með skerta starfsgetu? Takk, Bryndís. Nú komum við vel á vondan. Nei, í því miður ég ekki með þetta í kollinum. Það við tókum, eins og veist, við öllum umsóknum á landsvísu núna áramótin og erum að þróa kerfi, ég veit að leiðilegt að segja þetta, en því miður fyrir tími í það, að setja búið til kerfi til þess að geta haldið utan þessa tölfræði sem mikið verið að kalla eftir. Þannig að kerfin ekki tilbúin til þess að sé að kalla þessar upplýsingar fram. Ertu að tala á landsvísu eða ertu að tala á höfuðborgarsvæðinu? Hvað eru margir sem eru að bíða eftir þjónustu? Já, eru í atvinnuleit og þið eru aðstoða? Sko, á höfuðborgarsvæðinu eru minnir það að þetta eru algjörlega óábyrgar tölur sem ég núna að fara að segja og ætti náttúrulega ekki verið að segja eitthvað svona. Við minnir það að 350 manns það bil sem eru út á vinnumarkaði með stuðningi, sem eru með atvinnusamband. Hvað eru margir, og það eru 860 vinnusamningar í gildi á landinu sem eru í gildi núna það bil. En veistu, ég á rosalega erfitt með að þora að skjóta á hvað, að því ég kem úr atvinnum með stuðningi og það voru alltaf 100 sem voru á biðlista á höfuðborgarsvæðinu. En hvað eru margir sem eru að sækja almennt eftir þjónustu á Vinnumálastofnun með skerta starfsgetu, ég þori ekki að skjóta það. Ég þurfti bara að undirbúa það betur. Því miður. Takk fyrir. Orðið laust var... Já, ok. Lilja, viltu þú Já, komið sæl, ég heiti Lilja Þorgeirsdóttir og framkvæmdastjóri Öryrkjabandalagsins. Langar þess að ræða það sem Sigríður kom inn á áðan sambandi við mannaráðningar hjá Öryrkjabandalaginu. Ég alveg sammála því að það þarf að ráða fatlað fólk til vinnu eins og hægt er. Og við viljum blöndun bæði á vinnumarkaði og í samfélaginu, en við viljum líka blöndun hjá Öryrkjabandalaginu. Og ég get því miður ekki tjáð mig einstakar ráðningar þar sem þau eru við bundin trúnaði. En þess að ég vil taka fram að hjá Öryrkjabandalaginu þá starfar þar bæði fatlað fólk með skerta starfsgetu, það starfa líka aðstandendur fatlara og við erum líka með fólk sem hefur náð sér, verið með örorkumat og náð sér á strik og núna ekki lengur með örorkumat
og hefur auðvitað haldið starfinu áfram hjá Öryrkjabandalaginu. Og við erum líka með ófatlað fólk í vinnu hjá okkur. Svo vil ég líka taka það fram að við erum líka með verktaka í vinnu hjá okkur sem með fötlun líka. Þannig að stuðlar einmitt á blöndun hjá okkur. Þannig ég vil bara svona taka þetta fram út þessar umræðu sem kom inn á hér áðan. En þannig við leggjum að sjálfsögðu áherslu á þetta. Þannig að ég ætla nú bara að leggja þetta inn í umræðuna. Takk fyrir. Takk fyrir. Orðið lust en þá. Hvernig hérna með vinstri vangin? Einhver spurningar hérna? Það kannski ein spurning frá mér og svona fá það bara yfir línuna hjá ykkur að hér búið að ræða mikið að það vanti hlutastörf fyrir þá fólk með skerta starfsorku. Hvað hægt að gera til þess að búa til fleiri hlutastörf? Nú var ég að vinna í þessum atvinnuleitenda markaði eftir hrunið og kynntist aðeins því að leita vinnu fyrir fólk og það var alveg rétt, það var líka þá að hafa mjög erfitt að finna vinnu fyrir fólk með eins og hálft starf eða hlutastarf. En hvað má gera í dag til þess að skapa fleiri hlutastörf á markaðnum? Ef við byrjum bara út á enda og hver veit svara svona stutt bara. Fyrir mig er þetta mjög skýrjel hvert fyrirtæki þarf að skoða sjálfa sig og að ég held vinnuveitandi gera sig ekki grein fyrir hvar eru þessi hlutastörf. Þau eru að vinna samkvæmt venju þessi 100%, 80% lágmark en ég með samfæringu, ég að vinna með þetta dagstaglega að hjálpa fólk út í vinnumarkaður en hvert fyrirtæki 1-2 störf sem hægt að deila til að búa til. En vinnuveitandi sé ekki þetta. Okay. Og ég held þetta sem ég var að tala í mín herindi, við getum standlaust tala við þeim og það er standlaust jákvætt, jú, en við erum ekki með hlutastarf. Að frekar þetta mun vera hvatning og hvert fyrirtæki að skoða hvað þau getur gert og með hjálp okkur Vinnumálastofnun, virk, fólk sem að vinna þessi málefni en við getum hjálpa þeim að vinna störf miða með fötlun hvert einstaklingur sem við erum að hjálpa. Ég að vinna með fólk sem með geðröskun, ég get fara í eitthvað fyrirtæki og finna hvað störf myndi passa fyrir einstaklingur. Svo ég held við verðum að skoða þetta svolítið einstaklingbundið, ekki yfir öll vinnumarkaður, bara yfir hvert fyrirtæki fyrir sig. Takk fyrir. Berglind? Já, ef ég ásvara þessu þá náttúrulega liggur ljóst fyrir að ef þú ætlar út í fyrirtækjarekstur sem einstaklingur þá er það gífurlegt álag og það er rosalega mikil ögrun í því falin. Svoleiðis að það er alveg ljóst að það er meira en 100% vinna að gera það. Hins vegar eru alls konar tækifæri á markaði til þess að koma með lausnir og mér finnst nú reynda Guðrún koma með ágætis lista sem upphafslista í því. Það eru alls konar hólur, það eru alls konar tækifæri sem er að leysa og alls konar framboð sem hægt er að vera með sem er svona afmarkaðri og hægt að svona horfa á bara innan ákveðins ramma og þá erum við bara komin á nákvæmlega sama stað, þá þarf að horfa á það út frá hverjum og einum einstaklingi og það er að sjálfsögðu það sem við erum alltaf að gera hvort þið er. Bryndís? Já, við eigum þetta samtal mjög oft við atvinnurekendur og þetta þegar við fáum símtöl frá atvinnurekendur þá er þetta fyrsta sem við ræðum. Langflestir sem eru býðt þjónustu í okkur eru einstaklingar sem eru ekki að fara í fullstarf. Þannig að þá hefst umræðan þetta og oft á tíðum er það þannig að það er í boði 100% starf og þá leggja þá strax upp, geta ekki 2 einstaklingar skipta þessu starfi. Og atvinnurekendur taka mjög oft vel í það. Jú, endur að skoða það. Það er svona, en þetta er ekki eins og kom fram hjá Halldóri minni mig bara í upphafi að þetta er ekkit, það er ekkit alveg rosalegt framboð af hlutastörfum. Alls ekki. Það þarf að hafa fyrir þessu, það þarf að tala við atvinnurekendur, það þarf að fara inn í fyrirtækin og svolítið að selja þá hugmynd að hlutastörf bara eru jafnvel verðmætari að vera með 2 einstaklinga 100% starfi heldur en 1 100% starfi.
því að allt sem þú þarft að gera umfram, gera kannski í þínu einkalífi eins og til dæmis ég sem er 100% starfi, ég þarf stundum að fara til læknis eða gera eitthvað á mínu vinnutíma, en fólk sem er hlutastarfi venjulega velur að gera það utan þess tíma sem það er þá ef það er að vinna í hlutastarfi. Þannig ég held að það sé mörg teikn á lofti, en ég held kannski að það sé opinbera aðilar sem þurfa svolítið að horfast svolítið í augu við það að ráða fleira fólk í hlutastörf. Mér finnst einkafyrirtæki vera svona viljur til þess heldur en opinbera aðilar oft á tíðum. Á að skylda opinbera stofnanir og ríkisfyrirtæki til þess að taka einhvern ákveðin fjölda af störfum og brjóta það niður? Mín persónlega skoðun er svo, nú tala ég bara persónlega, að mér finnst það ekki að skylda einn að neitt til að gera neitt. Okay. Mér finnst það, og eins og hefur komið fram, mér finnst það að allir eigi að vera út á vinnumarkaði, alveg sama hvort þeir séu dökkari ljósari eða með einhverja fallanir eða hvað það er. Og það eru margar skoðanir á því, en það er allavega ekki eitthvað sem ég myndi vilja sjá. Ég myndi frekar vilja sjá að við getum munið til góðu samstarfi. Takk. Og það séu fleiri sem er að vinna aðstofa fólk við að finna vinnu og bara fleira starfsfólk sem er í atvinnuleitinni og er að tengjast fyrirtækjum. Gott mál, takk Guðrún. Já, þetta er mjög flókið, en ég held að eitt atriði sé að athuga ímynd öryrkjans. Er einhvern veginn fjölmiðlar og umhverfi búa bara til eitthvað eitt mengi. Þar inni er öryrkinn og mér finnst það einhvern veginn vera málið. Ég veit að ég er alveg inn í skápnum með að vera öryrki af því að ég fæ ofboðslega fordóma yfir því. Fólk sér ekki, það sér mig náttúrulega, ég er bara út á meðal fólks þegar mér líður vel. Það náttúrulega sér mig ekki þegar ég er veik heima. En oft á tímum það er einhver ákveðin ímynd. Öryrkinn er bara með kröfuspjald fyrir utan Tryggingastofnun. Og hann er jafnvel pínlítið vandamál og það er einhver ímynd. Og henni bara fylgja henni fordómar. Og þannig að ég geti trúa að atvinnurekandi, hann bara vilja ekki fá henni að reiða einstakling inn sem að er á móti öllu og öllum. Ég veit ekki, þetta er bara, við þurfum að athuga ímyndina og við þurfum að einhvern veginn koma því á framfæri að þetta er þverskurður af þjóðfélaginu. Þú sérð ekkert endilega utan á fólki hvort að það er öryrkjar eða ekki. Og margir sem þurfa að nota hjálpatæki, þeir eru fullkomlega heilbrigðir. Þeir eru bara þurfa stafi eða eitthvað, en þeir eru miklu heilbrigðir heldur en ég nokkuð tíma. Og þannig að ég held að við þurfum einhvern veginn að bara athuga ímyndina. Og hætta að tala öryrkja eða þá sem að þurfa einhver hjálpatæki sem eitthvað veikt fólk. Því það er ekkert veikt fólk. Atvinnurekendur vilja eiginlega ekki vera að fá inn manneski sem er mjög veik því að það þýðir að hún verður lítið í vinnunni. Og einhvern veginn að halda það að manneskja sem þarf ykkur stuðningstæki, er blind eða eitthvað, að hún sé endilega veik. Við þurfum að útrýma því. Takk fyrir. Guðmunda. Nú get ég bara að tala út frá því að vera atvinnurekandi, en að ég myndi nú bara að horfa á, er einstaklingurinn hæfur, mér er alveg saman, ég segi eins og Bryndís, að ég bara allir að fá að vera og fá sín tækifæri á vinnumarkaðnum. Ég held með 60% störf, ég er alveg eða 50% eða hlutastörf eða hvað það er. Mér finnst að það er bara aðeins að opna hugan, við erum bara að vinna á allt og gömlum gildum hérna. Við erum alltaf loku fyrir því að eins og Bryndís benti einmitt líka á, að það er oft einstaklingur sem vinnur 60% vinnustundum bara miklu betur heldur en sá sem er í 100% starfi. Og ég sjálf myndi vilja ráða miklu fleiri inn hjá mér í hlutastarfum í mína verslun væri miklu þægilegra og einfaldara fyrir mig að manna búðina þannig heldur en að vera einblína á 100% störf. Við erum alltaf loku fyrir þessu hérna á Íslandi. Það er bara þannig. Við þurfum aðeins að opna okkur. Já, takk fyrir þetta. Já, ég er eiginlega aðeins að fara að tala allt annað. Ég held reyndar að
Ég þori varla að segja það, sko, en það er alveg rétt að sko, starfsmaður sem er ekki 100% starfi vinnur oft miklu meira heldur en hann er ráðinn í, sko. Svo það er svona dálítið hagkvæm ráðning, sko. En það er annað mál og ég er ekki að mæla í bót, en það er eitt sem að kemur svolítið svona inn á þessa nýsköpunarpælingu. Og það hvað hugtakið nýsköpun er ofboðslega vítt og það er reyndar verið ofnotað og misnotað og kannski sérstaklega eftir hrun, það sem að allt einhvern veginn hrundi í nýsköpun. En nýsköpun í opinberum rekstri er alveg hrikalega brýnt mál og ekki síst í tengslu við velferð og heilbrigðismál og það hvernig við bara rekum okkar samfélag og þess innviði og stoðir og það held ég að sé bara eitthvað sem við þurfum virkilega að taka upp, ekki síst í tengslu við málaflokk eins og þennan, þar sem að er mikið ákall eftir alls konar þjónustu, alls konar lausnum en miklu minna af svörum og ég held að það sé bara, mér langar bara að vekja athygli á því í raun og veru og það er mjög brýnt að taka á því. Takk fyrir. Hér er einn, álundan. Ætlaði að kynna þig. Góðan dag, Svavar heiti ég. Ég vil athuga hjá fulltrúa Vinnumálastofnunar, aðrir pallborðsmælendur með að líka svara líka. Ég var að spá varðandi ef einhver sendir inn atvinnuauglýsingu til Vinnumálastofnunar, hversu virk er Vinnumálastofnun í að spyrja atvinnurekanda hvort hann vilja að starfi verið einn auglýst undir AMS? Reyndir þú svara snöggast kannski? Já, sko, ég er ekki að vinna í almenna vinnumiðlun en þeir spyrja alltaf af þessu. Hvort að starfi geti henta fólki með skerta starfsgetu. Ég þóra nánast að fullyrða það. En flest störfin sem að við höfum fengið til dæmis í gegnum tíðina hefur yfirleitt verið með ekki að störfin hafa komið inn. Heldur erum við að fara út og sækja þau. Við erum að koma í samtali við atvinnurekendur, símtölum og þess háttar og heimsóknum að vinnustæði. Þannig að það er svona fæst störfin koma inn, ég var ofsalega ánægð í gær, það hringdi einn með starf sem að, skiljið, þetta gerist ekkit oft. Yfirleitt þarf að vinna svolítið í þessu. En það er alltaf spurt þegar störf kom í almenna vinnumiðlun hvort að starf geti hentað. Takk fyrir. Þá er á aftasta borðið ekki? Eða var hún undan? Ok. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Heyrið í mér? Nei. Eitthvað, kemur það. Heyrið þið núna? Það er akkurat þetta að þurfi að sækja störfin og það sé af einhverju góðmennsku verið að fá fólk, að fatlað fólk fái vinnu og það lýsir sér svo í ummælum hennar Lilju áðan og ég bara verð að benda á þetta. Bara viðhorfið til fatlaðra starfsmanna innan Öryrkjabandalagsins. Að það sé einhverju góðmennsku að það fólk sé í störfum fyrir bandalagið. Ég vil bara að fólk sé metið fyrir störf sín og hæfni. Það er þess vegna sem er verið að ráða fatlað fólk fyrir hæfni þess. Takk fyrir þetta. Og það var á næsta borðið ekki. Góða fundamenn. Verið 30... Það er að kynna þig kannski. Já, Frímann heiti ég, er frá SBS. Og ég var í kjarahópi upp í líka. Fyrir 35 árum flutti til Svíþjóðar og var að vinna þar í opinberu kirkjúrunum. Þar var staðan svo að það var ákveðin störf til einhver þeim sem áttu undir hagg að sækja í samfélaginu. Á þessum tíma var áfengisúrlingur. Áður þegar sagði mér að það hefði verið þarna fatlaðir einstaklingar og fleira. Þetta bara skylda var þá fyrir 35 árum síðan. Og þetta þótti gefa mjög góða raun því að fordómar í samfélaginu gegn til dæmis áfengisúkum og fötluðum og fleiri væri það miklir
að þeir hefðu ekki í raun tækifæri til þess að komast í störf sem var auglýst. Og ég held að þetta sé eitthvað sem verði að skoða hér. Akkur ekki opinberir aðilar skyldaði til þess að ráða einhvern fatlað fólk í störf, bara til þess að koma þessar fólki út í vinnu. Og það náttúrulega léttir líka kostnaði af ríkinu að þurfa ekki að borga tryggingabætur ef að fólk getur unnið fyrir sér sjálft. En það á ekkert við allar, það er ekki allir fatlaðir sem getur gert þetta. En mér finnst endilega eigi að taka þetta upp, að skylda opinber fyrirtæki til þess að ráða fatlaða eða með einhverju hætti fólk með skerta starfsgetu í vinn. Mér finnst ekkert vera að kúa þess aðilaði eða neitt til, þetta er bara sjálfsögð mannréttindi að gera ráð fyrir þessum aðilum líka í mínum huga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ein spurning í lokin ef er einhver með spurningu. Ok, það er ekki einhverju í pallborðum sem vil segja eitthvað að lokum. Heyrðu, þá þakka ég ykkur bara kærlega fyrir og þið fyrirgefið. Að í Þýskalandi í lögum þar segir að 10% af starfsmönnum ríkisstofnana skuli vera sem sagt fatlaðir, þannig að það er sett inn þar. Þannig að þetta er fordæmi fyrir þessu. Heyrðu, þá er það besta mál. Ég þakka pallborðsfólki og framsögufólki kærlega fyrir og þið megið bara fara í sætin ykkar. Viljið, þið megið líka sitja þarna. Það er komið að lokum þessa fundar og ég þakka aftur fyrir það tækifæri sem ég fékk að stýra þessu fundi. Fundinum ætlar formaður Öryrkjabandalagsins að ljúka og ég bið Ellen Kalman að koma hér upp. Komið sæl öll. Það er búið að vera gaman að vera með ykkur í dag. Ég þurfti því miður að bregða mig frá vegna persónulegra mála örstutt, þannig að ég náði ekki vera alveg allan tíman. En ég vil nú þakka Þorbjörgu Fjölnisdóttur sérstaklega vel fyrir og Elínu Hinriksdóttur sem er formaður málefnahóps atvinnu- og menntamál fyrir skipulagningu á þessu námskeiði og öllum málefnahópnum. Ég veit að þetta hefur verið heilmikil vinna og sumir hverjir að koma þessi fyrsta skipti, þannig að það tekur alltaf á að takast á við ný verkefni. En hér hefur margt áhugavert komið fram og fjölbreytt sjónarmið og ég minni stundum á það að Öryrkjabandalag Íslands eru heildarhagsmunasamtök fatlaðs fólks, örorkulífeyrisþega, langveikra og aðstandenda þeirra. Þannig að við erum breið fylking en við höfum öll þá hagsmuni að leiðarljósi að gera samfélagið betra og aðgengilegra fyrir alla, ekki bara suma. Og það sameinumst við. Það er eins með atvinnumálin að það er mjög mikilvægt að fólk með skerta starfsgetu fái tækifæri á vinnumarkaði. Og ég tek undir það sem kom fram hér í pallborði að hlutastörf eru mun hagkvæmari, það er að segja að vinnuveitandi fær yfirleitt mikið meira út úr starfsmanni í hlutastörfum heldur en í fullu starfi. Þannig að það er svona eitt af því sem er ávinningur í því. En menntun er oft grunnur alls og við viljum ráða hæft starfsfólk, allir vilja ráða hæft starfsfólk til þess að sinna þeim störfum sem þarf að vinna innan hvers fyrirtæki, stofnunar eða hver sem er. Og þá skiptir þetta miklu máli að fatlað fólk með skerta starfsgetu og langveikt fólk fái tækifæri til að mennta sig og fái að mennta sig í því sem þeir hafa bara eins og allir, að fá að mennta sig í því sem maður hefur áhuga á. Og aðgengi að námi getur bæði verið fysiskt og svo getur það líka verið að námsgögnin verða að vera aðgengileg og aðstoð við nám og það er ýmislegt sem það er ýmis konar svona stóð þjónusta eða tæki eða annað sem að fólk geti þurft á að halda til þess að komast í gegnum nám og ekki síst þennan sveigjanleika og skilning að geta kannski ekki lokið fullu námi á einni önn og borga sér námslánin eftir því. Þannig að þetta helst allt í hendur.
Við erum öll ólík og það passar enginn í sama bóksið og fötlun, hún er líka ósýnileg. Og það þarf að nálgast hvern og einn á hans forsendum og hver og einn þarf að fá tækifæri til að njóta sínum forsendum. Ég held að það sé mikilvægt. Málefnahópurinn ætlar næst að tala við erum með málþing eftir áramótin sem að tekur þessu menntamálum og það er auðvitað mjög mikilvægt að fjalla rækilega þau og ég hvet ykkur til að setja ykkur í samband við annarkvort Þorburu, það er þorburu@ubi.is eða hana Elínu formann, hún getur komið upplýsingum máliðis svona það sem þið vilja við fjöllum eða málefnahópurinn fjallar á menntanámskeiðinu. Ég vil þakka fundarstjóra sem hann var hóað í hann Þorstein í gærkvöldi að mér skilst en er alveg óskaplega hissa og henni Þorgerði Katrín að vera ekki hérna með okkur í dag. Ég held að hún hefði haft ansið gott af því að hlusta á þau innlegg sem hafa verið hér í dag og taka það með sér inn í kosningabarátuna sem næsti. Annars langar mér svo bara að lokum að segja takk öll og stöndum saman og hjálpumst að gera samfélagið betra þar sem allir fá tækifæri. Takk, ég klappa fyrir ykkur.